Heil og sæl, kæri hlustendur og verði hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Í þætti dagsins þá ræði ég við hann Sigurð Örn Ragnarsson og við tökum svona aðeins nýjan vinkil. Ég hef verið að einblína svona mestmegnis á heilsu almennings en í dag ætlum við aðeins að færa okkur yfir á íþróttafólkið af því að heilsa íþróttafólks skiptir svo ótrúlega miklu máli ef við ætlum að ná árangri. Og hversu mikið erum við til að fórna heilsunni til þess að ná árangri akkurat í dag? Það er líka spurning sem að afreks íþróttafólk þarf að spyrja sig. En þetta er mjög áhugavert viðtal og ég mæli með að þið sæki stílabækur eins og í viðtalinu við hana Ásdísi í síðustu viku af því að það er mjög margt sem að við getum þurft að glósa og mjög margt sem að almenningur getur líka nýtt sér til að bæta eigin heilsu. Þó að margt eigi við afreksfólkið, þá getur við almenningur líka alltaf nýtt okkur þetta. Og áður en við byrjum þá langar mig að kasta fram þakklæti til samstarfsaðila minna, en það er að sjálfsögðu Spíran, það er Heilsuhillan og það er Nettó. Hjá mér í dag er hann Sigurður Örn Ragnarsson, er það ekki rétt? Nei, jú. Jú, rétt. Segðu þetta aftur, ég ætla að gera þetta aftur. Ég var ekki búin að skrifa. Fyrsta tilraun, vel gert. Það stóð bara Sigurður Örn. Já. Sigurður Örn Ragnarsson og hann gæti þurft að skjótast í miðjum þætti því að ég frétti að það væri barn á leiðinni bara á næstu dögum. Það gæti gerst það á morgun eða eftir einmitt og það gæti líka gerst þetta 3 vikur, maður veit það ekki, sko, en þetta er eitthvað, þetta er tímaraminn, sko. Ó, spennandi. En þú komst inn í viðtal fyrir, nokkrum mánuðum með henni Lukku, samstarfskonunni, þar sem við fórum yfir margt og mikið og það var svona helst kannski tengt almenningi og þú ert svo fróður líka nefnilega íþróttafólk og svona afreksþjálfun, þannig að mér langaði svolítið að kannski kafa aðeins í það, skipta svolítið vinkil. Og þess vegna fekk ég því til að koma aftur. Mjög gaman. Æðislegt. Heyrðu, mér langar kannski sérstaklega fyrir þá sem er ekki búnir að hlusta á hinn þáttinn, en þá segjum við þeim núna bara ít og stopp og hlusta á hann og hlusta svo aftur og þennan. Nei, djók. En ertu kannski til í að kynna þessum aðeins aftur, svona segja frá kannski þér og svona íþróttabakgrunninum og afrekum? Ekkert mál. Já, ég byrja, ég er úr Mosfellsbæ, ég elst upp á Njarðargötu fyrstu 6 árin, er á leikskóla Grænuborg fyrir framan Hallgrímskirkju, svo flytjum við upp í Mos og ég elst upp þar og þar byrja svona kannski getur maður sagt með en íþróttaferill og ég byrja í sundi þegar ég held ég sé 8 eða mögulega verða 9 ára, eitthvað svoleiðis og það er bara félagi minn, nágrannar minn sem dregur mig með sér á sundaðingu og þannig byrja það bara. Og ég verð bara strax alveg ágætur í sundi og svona yfirleitt eru svona lengri sundin henda mig betur en ég er svona minni sprettari sko heldur en svona ég er langsundmaður í rauninni getur maður sagt og svona svo bara líða árin og maður einhvern veginn syndi sig getur maður sagt í gegnum grunnskólan og framhaldsskólan hálfpartinn. Æfa á eldsnemma mótnana og svona Já, í gegnum allan þennan pakka, vakna klukkan 4:45 sem sagt 3 daga vikunar og 2 daga vikunar fekk maður að sofa út hálftíma lengur af því að þá var styrtaræfingir í volklass en ekki sundæfing, þannig að maður var hálftíma sem setna á æfingu morgunin, ekki 5:30 start heldur 6, þannig að það er algjör lúxus. Já, þannig að þú vanur miklum æfingum alveg frá unga aldrei bara. Já, ég er svona búin að vera að æfa mjög svona, já, ég var alltaf svolítið svona, ég var getur við sagt eða ég hef heyrt hugtakið svona æfinga heimsmeistari. Ég var svona, mætti á allar æfingar, var bara alltaf, reyndi að gera allt 100%. Vandamáli var bara það að þú veist eins og í menntaskólanum og búin að vera að synda og æði 2 á dag og svo náttúrulega bara námið ofin í þetta og félagslíf, svo maður nýbyrjar kannski með einmitt konunum minn í dag á þessum tíma hann í kringum 2010 sko og það er bara ekki pláss fyrir þetta allt í sólarhringnum og maður þarf svolítið að velja og hafna og ég lendi semst í því kannski í kringum 2012-13 bara, þú veist, við getum eiginlega sagt þetta hafi verið svona nokkuð skonar off-þjálfun ég fór ekki alveg yfir í svona algjört taugakerfis krass en þú veist, það var mjög nálægt ég var alveg hættur að performa mótum og já, lendi bara svolítið á vegg sko og
Það var einmitt bara, ég var að synda á þessum tíma alltaf, við vorum æfingafélagar, ég og Anton Sveit, sem náttúrulega búin að fara á 4 ólympíuleika og æfðum bara alltaf saman og vorum að synda, en hann var einmitt sko, við vorum yfirleitt svipar á æfingu en svo vann hann mig alltaf á mótum og ég skildi aldrei af hverju. Hann átti kannski ekki kærst, nei, ok. Já, þú veist, það sem hann gerði líka sem var kannski skynsalegt að hann sleppti stundum bara morgunæfingu, þú veist, og þá bara svaf hann lengur og náður í kóra betur og þú veist, á meðan að ég var bara alltaf að reyna að þrýsta mér á hverju einustu æfingu. Og maður hefði eiginlega þurft að, ég veit ekkert hvort ég hefði hlusta á sjálf mig núna, ég var að tala við sjálf mig fyrir, þú veist, nei. Þú veist, en maður hefði þurft eitthvað svona smá aðhald kannski. Hvíldin skapar meistarann. Já, ég get meira sagt það, að það hefði bara verið betra hreinlega að æfa kannski 5-6 í viku þarna og bara sofa, frekar en að vera þjóstnast við að mæta á allar æfingar og að því að við vitum að bara, þú veist, maður getur verið með fullkomið mataræði og besta æfingaprógram í heiminn eða þú ert ekki að sofa, þá gengur ekkert, sko. Þannig að Stuðu kannski bara að sofa 5 tíma eða? Já, 5, þú veist, ég skammast mér fyrir að segja þetta í dag, sko, þú veist, og stundu voru þetta bara 4,5 af því maður var að klára eitthvað heimaverkefni sem maður átt að skila í, var í MR á þessum tíma og það voru bara fullt af heimadæmum og svo próf og alls konar svona hlutir að gerast í skólanum og maður vildi náttúrulega standa sér eins vel að maður gæti þar, en þú veist, svo svona fóru einhverjum aðeins að dala líka náttúrulega bara samhliða, þannig að svefnin var svolítið grunnurinn sem bara fór og þá fór svolítið svona molna undan öllu hinu. Hvenær áttaðu á því að það væri svefni sem væri? Ég áttaði mig ekki á því fyrir en get ég sagt kannski 5 árum setna semst eftir að þetta gerist. Þá semst fer ég að stúdera meira, semst ég er hætt í sundi þarna 2012-13 og byrja svo eitthvað aðeins aftur svona að teka ykkur á sprettsund svona hálft ára eða eitthvað þannig og svo eiginlega bara svona fer ég yfir í þríþraut frá 2015-16 eitthvað svoleiðis. Byrja þá í þríþraut og fer að svona að reyna að koma mér á hvað ég byrja að keppa frekar snemma bara svona á frekar háu leveli þar eða reyndi það allavega ég reyna að koma mér inn í svona þessar styttri vegalendir á heimsvísu bara í það eru svona mismunandi serjur sem ég keppti í bara í svona hálfgerðum atvinnumannaflokki í rauninni sko og það er þá keppnin sem að gilda til stiga til dæmis ólympíuleika og svona en komst frekar fljótt að því í þessum keppnum þetta var þá kringu 2017 að ég bara var ekki nú hraður hlaupari aðalega. Okay. Finnst þér það sem er erfiðast í þríþrautinni? Sko það var það sem að skipti mestu máli á þessum tíma því að í þessum vegalengdum þarf að safna stigum til þess að komast á svona lista sem að geri þig gjaldgengan í betur og betri keppnir og þá gera það verkum að þú safnar með fleiri og fleiri stigum og þá kemstu mögulegna ólympíuleika eða eitthvað álíka. En til þess til dæmis bara að vera samkynnisæfur þá þurfti ég helst að geta hlaupið 10 km á 30 mínútum eftir 40 km hjól sem var náttúrulega allt í blúsandi botni líka þannig að bara getustigið var bara það hátt að ég bara þurfti að sætta mig við það að ég var ekki með hlauparaðan í þetta ég var kannski með 32 mínútur í 10 sem er alveg fínt tími 30-40 eitthvað svo leiðis en ég bara það var bara ekki nú hratt þannig að því miður og þannig að ég færi mig þá í kringu 2017-18 þá fer ég að færi mig yfir í lengri vegalendir í þríþraut fer að keppa sem svona í atvinnumannaflokki hálfum Ironman og var á sama tíma búin að vera að æfa aðeins með norska landsliðinu í þríþraut líka og kynnist þar svona Kristján Blumefeld og Gustaf Iden, Kasper Stornes margir sem hafa verið að kafa í þríþrautina kannast alveg við þessi nöfn og verð bara góðu félagi með þeim og æfum saman á Kanareyjum í samtals 1,5 mánuð og fæ svolítið að kynnast bara þeirra aðferðafræði líka. Lærður mikið? Lærið helling og sérstaklega þú veist hvernig maður getur notað líka bara að þeir eru að mæla svo mikið. Akkurat. Og Norðmenn er náttúrulega þekkti fyrir bara geggja íþrótta. Þeir eru bara með rosalegt íþróttastarf og bara rosalega vísindamiðaðir í sinni nálgun sérstaklega þegar komið á þetta level. Það er auðvitað þú veist ákveðin grunnur sem skapast bara með ungliðastarfi í Noregi og það er ekki verið að mæla krakkanir í 12 ára aldur en það er byrjað svolítið vel að mæla í rauninni svona úttalsmiðar parametra, mjölkusýru, Viotomax og allt þetta frekar snemma þannig að þú veist í rauninni hvernig þú getur bestað þennan íþróttamann eða konu miða við þau markmið sem viðkomandi hefur og þeir eru rosalega djúpt í þessu og ef fólk er að skoða þetta í hvað í dag þá er ennþá þeir eru ennþá að þrýsta svolítið á mörkin í þessu til dæmis bara með
kjarnhitastig á æfingum og allar svona pælingar og svona hitaðalögun og hitaþjálfun. Já, við förum mitt í það. Förum í það eftir. En já, keppi þarna samt sem þá svona hálfgerður atvinnumæður í hálfum Ironman fram til eiginlega 2020 bara þegar COVID eiginlega byrjar. Ég náði fínum árangri, ég náði að vera í 8. sæti í Finnlandi hálfum Ironman í keppni þar 2019 og svo var ég bara búin að vera að byggja yfir veturinn í að koma mér í ennþá betra form og svo bara er ég að fara í fyrstu keppnina í rauninni bara, ég er í sambandi við bara reisdirektorinn í keppninni, þú veist bara 2 vikum fyrir áður en keppnin var haldin af því að þá er byrjað að koma allir þessi case, þú veist þetta átti að vera í mars 2020 þá er allir þessi COVID case byrjað að kikka inn og maður heyrir af þessum lokunum þú veist í mörgu löndum og þeir voru alltaf bara já þetta fyrir fram og alltaf og svo kemur alltaf bara á endanum skellurinn og þú veist þá var öllu slegið af og maður misti svolítið svona ég veit ekki, þú veist, maður sá þar hvað markmið skiptir miklu máli af því að þarna varstu bara búin að vera með ákveðið markmið, þú veist, maður að vinna því svo einhvern veginn bara það ekki lengur þarna það er bara eins og sé búið að vinda svona eitthvað vakuum Já, og þú vissir ekkert hvað og ég bara var, þú veist, svo settum maður bara niður og ég bara, þú veist, hvað er að fara að gera við lífið núna? Þetta er alveg svona, þú veist, en Náður að halda æfingadampi í COVID? Já, að vissu leyti, en ég get alveg viðurkennt að það var samt, það fór slatti svona, ég var ekki jafn svona consistent, getur maður sagt, en ég þurfti bara að setja mér unni markmið, þú veist, og það er partur af þessu líka, þú veist, maður þurfti bara að segja, ok, ég bara stefnið þá bara á Íslandsmótið á Laugarvatni, þú veist, og sett það bara sem aðalmarkmið, þú veist, að við það er ekkert annað í boði. En svona í fljótlega þá hætti ég að keppa sem í rauninni atvinnumæður og er á sama tíma kannski að stofna, eða þú veist, koma greenfit á fótinn með Lukku og Má og svo fer ég svona smám saman að skipta yfir í lengri vegalengd heldur en hálfan Ironman og þá fer ég að skrá mig í heilan Ironman í Barcelona sem var haldinn 2002 og það gekk heldur betur vel gekk nokkuð vel þetta var svolítið fyndið, ég hef aldrei hlaupið marathon áður en ég fer í þessa keppni og það er náttúrulega marathon í lokin á Ironman Ertu að meina það? Maður er búin að hjóla 180 kilometra sko. Og synda hvað langt? Tæpa 4, 3,8 þannig að þú veist, maður er búin að vera 4,5 tíma á hjólinu það tekur cirka 50 mínútur að synda eða fyrir mig, það er svona kannski milli klukkutíma kort fyrir flesta held ég en svo maður eftir að hlaupa marathon sko, það var alveg svona já, ég get sagt að síðan 10 kilometrarnir voru smá brekka sko. En þú vannst þetta mót? Ég náði að vinna, já þannig að ég held að hjóli var alveg svolítið lykillinn, ég náði að mynda svolítið svona forskot þar á keppninduna og það var einmitt, ég var annar upp úr vatninu og var svolítið bara kannski mínútu eftir honum með eitthvað svoleiðis svo sé ég í hann því að náttúrulega sá sem er fyrstur hann er í mótorhjólafylgd þannig að maður getur alltaf að spotta hvar mótorhjóla er og ég sé hann á einhverjum tíðanpunkti og ég hugsa svona þú veist, ég er alveg aðeins að pressa sko vöttin á hjólinu og ég hugsa bara þetta er bara go for glory or go home sko. Það er þannig að ég bara hugsa ég fer bara og maður áur en ekki að gera þetta af því að það stutt komið í keppnina og þú hendir svolítið öllu reisplaninu inn út gluggan en það sem betur fer borgaði sig að því ég náði síðan að halda í fórustunni á hlaupinu en þú veist, ég kemur henni 10 mínútum undan honum af hjólinu. Já, vá, 10 mínútur. Já, og það var, ég held að þetta hafi vel að vera svona, þetta er svona bland af, maður þarf alltaf að vera með smá heppni í þessu líka. Af því að það sem gerist er að við sólarupprás þá er alveg logn. Það er bara engin vindur. Það sem áttu síðan að gerast er að maður er búin að skoða spána og allt svona og þá átti að pikka upp vindin eftir því sem maður líður á daginn og við erum í rauninni bara að hjóla með frá strandlenginu frá Calais til Barcelona og maður sér að vindin á að byggja svolítið hratt upp þannig að ég hugsa það er örugglega mjög gott ef ég næ að vera búinn að taka sem mest af hjólinu áður en að mesti vindurinn kemur af því að þegar þú ert að fara út eftir í 2 umferðir, þú verður 2 hringi og þegar maður er að fara út eftir í seinnaskiptið þá vill maður helst sleppa við að hafa maður vil hafa eins lítið mótvind og hægt er af því að þá getur þú nota síðan bara meðvindin sem er búin að byggjast upp á leiðinni tilbaka þú veist, og þannig ég pressaði svolítið vel á hjólið fyrirpartinn og ég held að mitt sko meðalvöttin voru langt yfir það sem ég ætla að stefna á því ég held að vera tæplega 280 vöttum eftir fyrri hringin sko, meðalvött og svo þú veist á seinni þú veist síðasta legnum þá er ég bara í 200 eitthvað sko en maður var samt bara að krúsa á 40-45 km hraða þannig að sýni hvað vindur var mikið í baki á manni en þetta var svona, já, það var svona smá taktist kannski líka já. En geggjað, en þú er enn að
að keppa. Já, ég er svona ennþá í Ironman allavega, en ég keppi náttúrulega verið heima líka í bikarmótunum og svona. Og vinnur næst í alla keppni sem tekur þátt í. Við fórum aðeins yfir það í síðasta þætti. Já, ég hef allavega verið bara, hvað maður að segja, heppin að vera bara við góða heilsu og meðslalaus og svo er líka kannski ekki ennþá komin einhver sem að challengea mann heima en það munar alveg koma að því. Þannig að ég er alveg með þetta það. En þú ert náttúrulega að uppskera, þú veist, maður uppskera sem maður sáir og þú ert að leggja mikla vinnu í æfingarnar þínar og undirbúningin og öll þessi fræði sem þú ert að spá í. Þess vegna langar mér svolítið að forvitnast þeir sem hafa fylgst með þér á Instagram hafa kannski séð að þú ert að hjóla í pollagalla og yfirbyggðum svölum og eitthvað svona alls konar. Fyrir hvað ert að æfa og af hverju ert að þessu? Ég myndi fengið þessa spurningu mjög oft núna í síðustu daga. Bara hvenær er þessi keppni sem þú fari í? Já, í október næsta ári. Okay. Og allir bara, já, ok. Eftir heilt ár, sem sagt. Eftir heilt ár. Sem sagt, þetta er, hvað maður að segja, fræðin í þessu er þannig að áður fyrir var þetta svolítið þannig að þú varst að fara kannski segjum svo að þú varst að markmið að fara í heita keppni. Keppni að þú vissir að hitast ég var að fara að vera frekar hátt. Og við vitum það að þegar við erum í miklum hita þá lækkar geta líkamanns til þess að performa á háu stigi. Þú þarft að minnka effortið af því annars bara ofhitnaru í rauninni. Þannig að það sem maður gerir með þessu er að þá myndum maður taka til með síðustu 3 vikunar fyrir þannig keppni og byrja að byggja upp eitthvað svona hita aðlögun. Þannig að þá æfir í heitum aðstæðum, til dæmis klæði þig inni og markmiðið er þá að vinna svolítið kjarnhitastigið í líkamanum upp á þið. Og það er nefnilega furðulega fljótt að koma fram, þú veist, hvað er svona adaptation eða aðlögun, þú veist, að það tekur ekki náttúrulega kannski 10 daga upp í 2 vikur að fá bara mjög góða aðlögun á hitastig í líkamann. Hvað er það sem er að gerast? Veist? Hvernig aðlögust við og af hverju þólum við þá hitan meira? Já, einmitt. Það er alltaf mitt góð spurning. Þegar þú ert kappklæðið svona, náttúrulega bara þegar þú byrjar á að gera þetta, þá náttúrulega bara verður smá svona panikk í kerfinu, sko, af því að þú ert að koma í vekk fyrir það að líkaminn getur losað sig við hita. Þannig að þú veist, þegar við erum að framkvæma eitthvað undir álægi, þá við erum mjög óskilvirkar verur þegar kemur að því til þess að hjóla eða hlaupa. Það er ekkit rosalega stór hluti af orkunni sem við erum að brenna eða nota sem að skila sér raunverulega í hreyfinguna. Þannig að við getum hugsað það að þegar þú ert að hjóla til dæmis að þá er ekki nema 20% svona pluss mínus og þetta eitthvað ákveðið, það fyrir eftir hvað einstakling þú tala það er ekki nema 20% af orkunni sem að raunverulega skila sér í petalana. Af þeim kaloríum sem þú brennir. Restin fer þá eiginlega svolítið í hita og þannig að það er mikil hita myndun undir álagi og við höfum þetta frábæra kerfi sem er til dæmis að svitna til þess að auka kæligetu líkamans. Við vitum það bara til dæmis að standa úti þurr er ekki að sama að standa úti blautur. Maður finnur það alveg þegar maður fyrir sund að maður verður mjög meira kalt þegar maður er blautur og þess vegna svitnum við til þess að auka varma urðin frá líkamannum. Og þegar þú einangraði svona þá kemur eða svolítið í vekk fyrir það að líkaminn geti beitt þessu tóli til þess að kæla sig niður og viðbragðið verður það að af því að þú ert að svitna svo mikið að þá í gegnum nokkra mismunandi mekanismum sem meðal annars í nýrum og lifur að þá heldur líkaminn meiri í vatn í kjölfarið og það verður þá aukning í bara almennum vatnsbúskap líkamannum og þar á meðal í því sem við kallum plasmavoljum eða sem er þá bara blóðvökvin í rauninni. Og síðan skynja líka með þetta að af því að við erum búin að auka rauninni magna vatni sem er í blóðinu þá erum við í grunninn aðeins búin að þynna blóðið af því að við erum ekki búin að valda aukning í rauðum blóðkornum eða eitthvað álíka og líka með skynja það og byrja þá að framlega fleiri rauð blóðkorn. Þannig að þú hefur fleiri flutningabíla innan gæsalappa í umferð til þess að flytja súrefni og koltvíósið. Og við höfum séð bara að það getur orðið alltaf bara 5% til 8% aukning í til dæmis súrefnisupptöku bara við svona hitaþjálfun. Og helst þetta? Eða gengur þetta tilbaka? Já, síðan, þetta gengur alltaf tilbaka og þú myndir bara hætti þessu. Þá myndir þú bara fara aftur niður á baseline eftir kannski 3 vikur eitthvað svoleiðis. Okay. En nýjustu svona vísindin í þessu í dag gefa til kynna að ef þú byggir upp svona góða grunn svona, hvað maður að segja, getu, baseline snemma, að þá getur við viðhaldið þessu með kannski 2 svona klukkutíma hitasessjónum í viku
eftir út búin að mynda þetta baseline. Ok, og hvernig er þetta myndið þetta baseline? Hvað er þetta að gera þetta oft í viku? Þannig að núna er ég að hjóla eða hlaupa, eins og ég var að hlaupa í morgun á brettinu, þú veist, þá klæði ég mig í base layer, svo fer ég í reggala, svo fer ég í flíspessu og svo er ég í einhvern svona stakk yfir hana. Okay. Og svo er ég með húfu og vettlinga og ég er í ullar svona útibuxum sem verðum í einagrandi eða út að hlaupa úti í frosti. Og ég hleyp þannig á brettinu, þú veist. Og já, þannig ég er að gera þetta kannski 4-5 sinnum í viku. Þannig þetta eru 4-5 klukkutímar í viku sem að fara í þetta, sem er eins og staðan er núna hjá mér kannski helmingurinn af æfingamagninu, fyrir ég er ekkert að æfa eitthvað brjálaslega mikið núna, kannski 10 klukkutímar í viku, 10-11, en þetta er þá helmingurinn af magninu. En síðan þegar að ég er búin að fá þetta baseline og maður getum alveg fara út í það, maður mælir þetta með, ég er með svona hitamæli utan á mér í rauninni. Og hann er búin að vera þróaður einmitt í samstarfi við meðal annars norsku þríþjóttakappana, Tour de France, hjólreiðalið og fleiri. Og eins og ef fólk horfði á Tour de France núna sem var í gangi núna í sumar, þá voru mjög margar af þeim voru konum með svona core mæli. Og þá færðu mat á hita aðlöðuna en að miða við, það er mældur rauninni yfirbóðsitasti húðar, svo mælir henni í grunninn hita tapið í vöttum, allt mjög tæknilegt, og út frá því er metin kjarnhitiðin upp á svona plus mínus 0,2 gráður eitthvað svoleiðis, en þá getur þú fengið mat á það hversu vel aðlöguð þú ert, sko. En hvenær byrjum við að ofhitna? Þú veist, hvað er líkamshitinn þá komin í? Það er oft talað það er ekkit gott að vera að fara mikið yfir 39 gráður. Þú veist, það er ekkit óeðlilegt að fólk fari upp undir 38,5 og mann byrja að vera virkilega að líða illa þegar þú ert komin yfir 39 og það er þá yfirleitt í tengslu við það að það gengur bara mjög illa að kæla sig. Þú veist að maður finnur kannski fyrir sem maður er í mjög heitum sal, bara í líkamsrættastöðum, að þú veist, þá er þetta eiginlega tvíþætt vandamál sem verður, það er kannski loftræstingin er ekki alveg að ráða við magnið af fólki sem er að inni og ég talaði um ég náða núna, þú veist að við erum, eins og segja, við erum kannski að hjóla, við erum 20% efficient, þannig að það er 20% sem við erum að mynda sem skilur sér í pedalana. Þannig að ef þú ert með kannski sæmilegan hjólatíma, þá getur við verið með hvern og einn aðila inn í salnum sem er að mynda kannski milli 800 og 1000 vött. Og þú veist, ég er með hitablásar á svölunum sem er 2000 watt, sko. En þetta er bara varmi, bara... Þú getur ímyndaðir út með 30 manns í salnum, út með 30.000 watta hitara. Og það er engin smá, sko, geislun sem kemur frá þessu. Og þá getur verið mjög heitt í salnum. Og þá þetta mynd það hafa áhrif á, þú veist, kjarnindastigi fólks og þá hversu vel gengur að kæla sig, fyrir það er bara rosalega mikið hita álag. Svo þetta komin í ónálag með það eru kannski allir andar rosalega örtarn inni, þannig að það er mikið koltvíoxímagn og þá er kannski súrefnisupptakan ekki nægilega skilvirk heldur, þannig að þá eru ennþá óskilvirkari og þetta verður svona vítaringur. Eins og þetta passa loftræstingi sér lagi. Setja allt á turbo og passa þetta. Vá, en náttúrulega Ísland er allt innanhús, þú veist, náttúrulega veðrið hérna er þannig. En hefur þið þá aldrei langað að flytja einhvert út, það sem er auðveldara að æfa? Þú veist, það hefur alltaf, maður finnur það náttúrulega bara þegar maður fyrir æfingabúðir, þú veist, það er bara allt annað að geta bara hoppa á hjóli og fara út á hjóla og þú veist ekki að pæla í því hvort að þið munir rigna niður í næstu, þú veist, næsta klukktíman, sko, þú veist. Ég er líka með svona Reynolds, þú veist, þannig að ég verð mjög hvítur á puttunum. Ég þekki það. Semst í miklum kulda. Reynolds syndrom. Já. Og það lýsir sér bara þannig að þú veist, allar háræðarnir bara herpast alveg, þannig að það fer henni rosalega lítið blóð fram í til dæmis putta og tær og ef það er, þú veist, ég get ekki hjólað, jafnvel þó þessi kappklæddur, sko, ég get ekki hjólað neitt rosalega vel ef það hittast fyrir mikið undir 10 gráður, sko. Okay. Þannig að ég er alveg svakalegur, sko. Þannig að þú byrð ekki réttu landi. En svo hefur þetta nefnilega verið vandamál líka að þú veist, ef það verður óheitt, þá er ég heldur ekki góður. Þannig að ég er með svona þröngt vinslusvið. Þannig að það er það sem ég reyna að gera núna er að taka þess að hitaþjálfun og reyna að breikka þeim sinna. Ég skil. Ok, þetta er skemmtilegt. En hvað er þá svona, er eitthvað markmið, skemmra markmið, eða ertu bara að horfa þarna áfram í tíman? Já, þú veist, ég er með þessa svona, ég er með Ironman Barcelona aftur á næsta ári sem markmið. 2025. Já, hvenær er það? Hvað árstíð? Það er október. Það er líka þetta er fyrsta helgin í október. Já, þetta er svo keppni, sko. En síðan eru alltaf þessi mót á Íslandi sem bara þríþrautamótaröðin sem er hér og ég er bara núna
já, ég hef allan að náða að vera, held ég, núna síðustu 6 ár semst bikarmeistari, þannig að ég ætla að reyna að halda því áfram líka samhliða og það rauninni, þær byrja vel eitt í maí og standa fram í ágúst, þannig að ég mun potið taka þátt í því og svo maður náttúrulega alltaf eitthvað að dútla í einhverjum hlaupum og einhverju hjólakeppnum mögulega líka með, sko. Þannig að það alltaf gaman að geta hoppað í svona hitt og þetta. Einmitt, skemmtilegt. Sko ég sá á öllum myndunum, ég var að skoða Instagramið til undirbúa með hans, þú ert alltaf á Cube hjólum. Ég hef búin að vera styrktur af þeim frá því ég byrjaði í þríþraut. Þannig að ég svona, já, maður eiginlega svona, ég er bara svona mjög lojal, þannig að þeir eru búin að hjálpa mér svo mikið að það er bara frábær þjónustu hjá þeim, sko. Ég var nefnilega eignast í vikunni bara mitt fyrsta gravelhjól. Ég er alltaf bara búin að vera á fjallahjóli. Já, snild. Og bara geggjuð þjónustu þarna í TR í Verslun, ekkert smá. Þeir eru algjörir meistarar. Algjörir meistarar, sko. Þannig ég get algjörlega, ég er svo spennt að fara út að hjóla, sko. Þú ert ekki búin að prófa það? Nei, ég fekk það bara í gær, sko. Já, ok. Það er bara fyrsti hjólatúrinn eftir. Ég held að verði bara að vera, sko. En svo er mitt, veðrið búið, maður náttúrulega geta að láta það stoppa sig, sko, en... Nei, það er náttúrulega líka, kannski fengum ekki besta sumarið og svo reynda búin að vera september var mjög góður. Ég er alveg saman, þetta haust er búið að bjarga málunum svolítið, sko. Örstutt innskot bara til að minna ykkur á að kíkja á heilsuveru vikunar í hverju einustu viku á netto.is. Í þessari viku eru það lífrænar vörur frá Englamark sem eru á tilboði. Þar fáið þið bæði afslátt og svo alltaf auka appslátt ef þú notar appið. Svo langar mig að hvetja þið til þess að kíkja við á Spírunni sem fyrst. Spíran er í Garðheimum og Spíran hjálpar mér að borða hollan og góðan mat. Það er opið alla virka daga frá 11 til 8 og helgar frá 11 til 17 og þá getið þið fengið ljúffengan brunch til klukkan 3. Heilsuvara vikunar hjá Heilsu Erlu og Heilsu Hillunni eru vörurnar frá Better You og í dag langar mér svolítið að segja ykkur frá magnesíumflögum. Magnesíumflögurnar eru hreinasta form af magnesíum sem hægt er að fá. Magnesíumbað er einstaklega slakandi og róandi fyrir sál og líkama og svo er einnig tilvalið að blanda flugunum í fótabað og það getur verið áhrifaríkt gegn fótapyrringi og þreytuverkjum. Þannig að fyrir íþróttafólk og fyrir þá sem hreyfa sig mikið þá er þetta alveg dásamlegt eftir krefjandi æfingu. En hvað finnst þér skemmtilegast, sundhjóli eða hlaup? Allan ekki sundið. Ég er búin að fá svolítið nóg af því í gegnum öll árin. Okay. Þannig ég gerir svona, ég eiginlega svona komin á það, ég gerir svona minnsta sem ég þarf í lauginni til þess að vera svona á þeim tíma sem ég finnst vera skikkanlegur í því sem ég er að gera. Það pirrar mig samt aðeins að ég nái ekki alveg fyrri tímum í sundi. Ég þarf að leggja aðeins meiri vinnu og það fer aðeins til töðunar á mér, þannig að ég geti vel verið að ég taki það svolítið af krafti í vetur núna. Ertu með mikið keppniskap? Ég get samt, sko, ég er frekar yfirvegaður samt í keppni. Það þarf frekar mikið til þess að slá mig út af læginu, þú veist, svona þannig ég tapi mér eitthvað, þú veist, ég hef ekki lent í því að einhvern veginn tapa mér alveg svona, þú veist. En þú veist, ég held ég sé alveg svona, hvernig er íslenska orð, þú veist, svona á ensku var þetta svona kalkuletaður, þú veist, eða kalkuletaður, þú veist, ég er svolítið bara svona, þú veist, ég er með ákveð markmið og það auðvitað er svekkjandi, ég næði ekki með þær forsendur sem ég er búin að gefa mér og allt þetta, sko. En nei, það vantar kannski svolítið svona eldmóð í mig, það er alveg hægt að segja það held ég, sko. En samt ertu búin að ná svona ótrúlega langt. Hvað heldur að sé mest að þakka? Er þetta genin eða er þetta æfingarnar eða skipulagið? Já, genin er alveg partur af því, sko. Báðir afarnir mínir voru mikið í íþróttum, afi í móðurætt, körfubolta og fótbolta og svo var afi minn í föðurættina, hann var einmitt hlaupari, sko, og átti á sín tíma Íslandsmeti í 3000 metra hindrunarhlaupi og eitthvað svona og minna þeir voru að hlaupa á grasvellinum upp á Þingvöllum eitthvað tíman inn í Den, þú veist, 1950 eitthvað, sko, á 15-45 kilometra, þú veist, það var alveg svakalegt, þú veist, maður getur ímyndað sér hvað það er að gera í dag þessi einstaklingar, sko, en þú veist, þannig að það eru klálega genin sem hjálpa til, en síðan er þetta líka kannski bara einmitt, þú veist, ég reyni að gera allar æfingar þannig að það er alltaf einhver tilgangur með þeim, þú veist, ég er ekki að fara á æfingu bara af því, heldur er alltaf einhver markmið, þú veist, ég er að gera þessa æfingu í dag af því að nú er,
þú veist, nú ætla ég að byggja upp hérna fitubrennslu getið að svona 2 skilvirkni og að því að í gær var erfið æfing og þá má ég ekki taka erfið æfing í dag og það er alltaf, það er tilgangur með öllu. Prógramar sjálfur fyrir þig eða? Ég geri það núna, já. Ég er búin að gera það eiginlega bara frá því ég byrjaði í þríþraut og hérna, ég er búin að fá smá hjálp frá Nick Saunders heitir hann er hérna, þjálfari í Jersey, hefur stundu komið hingað með okkur í Breiðablik þrítudeild með eitthvað svona æfingabúðir og svona, en hann er mjög reynslu mikill þjálfari og var fyrir svona prókeppandi, keppti hérna alveg, þú veist það er alveg langt síðan reyndar en hérna var að keppa mikið í Ironman og svona, en síðan var ég að æfa bara undir hérna handleiðslu Klaus sem er hérna yfirþjálfari hjá SH, semst í alveg núna gegnum allan svona hennan próferil í hálfan Ironmanu hjá mér sko. Og hann tók sundi mitt alveg bara upp á næsta level sko, þú veist, og hérna maður lærði hellinga honu líka, þú veist, bæði með svona work ethic eða hversu stundvís á æfingum og bara svona hvernig þú í rauninni berði þig svona á æfingum sérstaklega í lauginu svona. Ekki. Og já, þannig að hérna annars er ég búin að vera prógrammera svolítið sjálfur núna hjólið og hlaupið alveg í rauninni og geri það svolítið í gegnum mælingarnar. Já. Hérna, þú mælir allt. Er það ekki? Jú, það er stundum svona, ég stundum spurði hvort maður týnir sér ekki alveg í tölunum sko og það er alveg rétt að þú veist, það er hægt að mæla náttúrulega bara allt sko, en svo er þetta alltaf spurning þetta náttúrulega hvað ætlar það svo að gera við niðurstöðnar og þú veist, það er tilgangslegt að safna gögnum eða þú ætlar ekki að nota þau. Akkurat. Þannig að hérna, en jú, ég er alveg með stundum fleiri mæla heldur en kannski svona hefbundir aðili. Já. Og þú veist, það er náttúrulega hjartsláttur, þú veist, það er að vera með súrefnismettun í hérna vöðva og hemoglóbin magn í vöðva og svo ertu með, þú veist, kórhittamælin og stræt hlaupamæli sem mælir power, þú veist, það eru svona alls konar hlutir sem maður er að nota í mismunandi hérna aðstæðum, sko. Ég er ekki alltaf með alla mælina, en eins og núna er náttúrulega hittamælir mjög mikið notaðir, en já, ég vil vera svolítið svona gagnamiðaður án þess að tapa sér hreinlega í því en hérna, maður þarf alltaf svolítið líka að meta bara hvernig líður mér í dag og þú veist, er ég að fara að ákasta því sem ég ætla að gera á þessar æfingu, þú veist, og hérna stundum segja tölunar kannski að já, þú ættir að vera bara góður sko, en þér líður ekki þannig. Já, ég myndi spyrja því að því að maður er oft svo, veist, ég er alltaf með svona hérna Garmin úr og ég veit að þú hefur líka verið með það og já, ert með að maður er oft mikið að spá í þessum tölum og auðvitað finnst mér mjög góðar og hafa hjálpað mér mikið en stundum maður bara þú veist, á hversu mikið mark á þeim á maður að taka. Já, þetta er alltaf hérna stjórna lífinu sinni, skilja, það má ekki. Nei, maður verður að hafa þetta sem svona, þú veist, geta hort á heildamyndina, getur maður sagt. En ég, þú veist, að því sögðu, ég nota til dæmis svona hjartsláttarbreytileika, heart rate variability. Já, við ræddum það aðeins í vor. Ég var búin að vera svolítið 3 vikna dýfu á rauðu svæði. Já. Og mér finnst þetta áhugavert, þú spurðir hvort ég væri að byrja að vera lasin eða eitthvað, en það var ekki, þannig að... Og náður eitthvað að tengja við þetta? Nei, ég fann eiginlega ekki út af hverju þetta gerðist, en ég er farin að halda þetta sé því miður bara blessaða breytingaskeiði, þó ég sé ekki að reyna að klína öll á það. Nei. Þú veist, ég er búin að vera að hugsa alveg fram og tilbaka, en ég það er eitthvað, þú veist, ég er búin að vera einhver svona smá hormóna, ójafnvægi og mögulega gæti þetta verið það því að ég tók bara mjög rólega ræfingar, passaði bara að fara ekki yfir 130 í púls með sér á crossfit-æfingum. Bara svona 2, alla leið. Já, einmitt og ég sildi bara hægt rólega upp úr því og en minnst þetta mjög áhugavert en ég ætlaði nú ekki að grípa alveg fram fyrir fyrir það sem veit ekkert hvað heart rate variability er. Já, einmitt, þetta er mæleining á breytileika í hjartsláttartíðni. Þannig að til að útskýra það aðeins betur þá þú veist að segjum og ert sofandi yfir nóttina fyrir yfirleitt mælt á nóttunni eða þá bara leið og fólk vaknar með púlsmæli og segjum svo að meðal púlsin yfir nóttina sé 60 slög það þýðir það að hjartað er að meðaltali að pumpa einu sinni á hver einustu sekundu þú veist það er bara 60 sinni á mínútu hins vegar er hjartslátturinn ekki bara alveg þú veist bein línu yfir nóttina það er svona þú veist breytileiki í tíðninni og til dæmis sem maður þú veist andar inn að þá hraðar hann sér örlítið og svo andar frá þér og hægir hann á sér og sem sagt heart rate variability er í grunninn þá bara mælikvarði á það hversu mikill munur er á milli slaga í millisekundum þetta er yfirleitt gefið upp í einhverslags millisekundum en þetta er yfirleitt svona root mean square eða eitthvað af svona average breytileikanum sko
þannig að þú segir svo eins og segja að hjartað er að dæla hérna einu sinni á hverju sekundu, þá eru 1000 millisekundur á milli hverra slaga meðaltali, en síðan ertu með breytileika að stundum eru 800, stundum eru 1200, þú veist, og þá er þetta útslag í rauninni, hversu miklu munar hérna á meðaltíðninni og svo stystu og lengstu og svona yfir nóttina, að þá ertu búin að rauninni adda upp alveg yfir alla nóttina með öll slögin sem að fór í rauninni inn í hérna, meðan var sofandi, og finna út í rauninni þá hérna svona breytileikan, meðal breytileikan yfir nóttina. Já. Almennt gildi það að þeim mun hærri sem þessi tala er, og þetta er alltaf svolítið út frá þinni tölu. Já, þetta er einstaklingsbundi. Já, þú þarft að vera með þitt svona grunngildi og finna út svona bil sem að þú ert venjulega að liggja á, og ef að semst, á almennt þá er öllítið betra að koma þér semst hærra í rauninni, og það er hægt að segja, ég meina, þú veist, kannski fyrir svona fólk, þetta er yfirleitt hærra þegar fólk er yngra, þú veist, þannig að kannski fólk á aldrinum 30 til 50 ára, fyrir kalla örgulega fínt að vera svona í kringum 60 til 70-80 og konur kannski öllítið lægri, en þú veist, svo eru bara hver og einn með sitt baseline hann, þú veist, en nefnir, þá væri neikvæð breyting til dæmis að vera að trenda mjög mikið niður, þú veist, eða ef þetta væri að lækka mjög mikið, af því að það myndi þýða það að meðaltali þá væri breytileiki milli slaga yfir nóttunum til dæmis að minnka, og það helst oft í hendu við það að þá ertu meira svona í, þú veist, hérna, fight and flight svona tögkerfinu, sko, á móti því að sefkerfi er ekki mikið virkjað, og hérna, það getur tengst mörgu, ég meina, það getur verið, þú veist, maður getur verið að fá einhverslas pest eða eða bara streita langvarandi streita í vinnuumhverfi, það er kannski breyting á umhverfi, þú veist, fólk er að flytja eða það er að, þú veist, hérna sumur er standi í einhverjum skilnaði kannski eða þú veist, með lítið barnaheimilinu sem sefur ekki á nóttinni, þú veist, það getur verið svo margt. Fólk hefur upplifað oft eftir ferðalög. Akkurat, þá verður breyting í kannski, þú veist, bara rútínu og hérna, og jafnvel mitt tengist kannski breytingum í þarmaflóru eða eitthvað, þú veist, að borða allt annað, þú veist, úti, svo kemur heim aftur og það verður svona kollvarpar allt í einu, þú veist, kerfinu aðeins, þannig að þú veist, það geta verið margir svona hluti sem verður að spila saman. En einmitt, þú veist, allt í lagi ef að ein nótt fer niður og svo ertu bara komin upp daginn eftir, en þú vilt fylgja svolítið með því að ef þetta er alveg bara svona nokkuð konsistent að droppa yfir nokkra daga, þá er kannski spurningum að skoða hvort það sé einhverslegs álag í umhverfi, af því að þetta getur alveg verið einhver vísbending það, sko. Og hérna, ég sem svona, þú veist, ef ég er að æfa rosalega mikið, þá nota ég þetta alveg sem ákveðin svona, hvað maður að segja, grundvöll fyrir því hvenær ég myndi kannski minnka aðeins á álagi, þú veist, af því að ef þú hugsa svona æfingaprógramið þitt sem heild að hérna þetta er rauninni samfelldin sem skiptir máli, consistency is key, þetta segir maður alltaf, og ef þú getur rauninni þá kannski sleppt eða fært intervalæfingunum sem áttur að taka í dag og kannski gert hana frekar á morgun eða þú ert orðin öldu betri, eða bara hreinlega, þú veist, tekið frekar sóntvæðing og tekið bara intervalið aftur í næstu viku. Þú veist, það er ekki að fara að gera, þú veist, hérna, það er ekki að fara að make or breaka, sko. Þetta er kannski auðvelt fyrir þá sem eru í, sko, einstaklingsíþróttum, en ef þú ert í liðsíþrótt, þá er þetta kannski pínu erfitt, af því að það er kannski bara ákveðin æfing fyrir hópin. Já, getur verið smá tricky kannski. Og þetta er svona, þetta gerist líka á vissan hátt, þú veist, ef þú ert í hérna, einstaklingsþjálfun eins og í sundi, menn þú veist, allur hópurinn er bara að gera sömu æfinguna. Og hérna, en þá kannski getum að vera aðeins bara meðvitaður eða meðvitað það að hérna, kannski er ekki alveg skynsalegt að fara full on í dag. Nei, er það þá ekki bara svolítið að fylgjast með púlsunum sínum? Jú, og svona tilfinningin, þú veist, og maður finnur stundu, þú veist, ef að líkaminn er einhvern veginn að reyna að segja manni það er svona djúp þreyta í kerfinu, þá er maður oft svona, hjartslátturinn verður meira svona eins og dempaður, þú veist, hann er ekki að responsive þegar þú tekur sprett eða gerir eitthvað, þeir líður svona eins og sést svona setna stað eða þú veist svona og hjartslátturinn aðeins lengur upp ef vanlega og lengur niður. Þetta er ofta ákveðið merkjum að það er bara smá þreyta í kerfinu og hérna þá kannski skoða maður einmitt, þú veist, já, ég er ekki búin að reyna að sofa kannski nægilega vel, já, það voru verkefni að skilja í skólanum, þú veist, það er bara svona alls konar hluti sem kom inn í þetta, af því að núna eru flestir sem eru svona agressívta menn eða konur á Íslandi
ekki raunverulega atvinnufólk sko, heldur eru öll í skóla að vinnu, þannig að það eru fleiri hluti sem kom inn heldur bara æfingar og hvíld sko. Ég með nemendur núna í MH sem eru í svona, það heitir afreks íþróttaval, þá þau fá svo að nýta æfingarna sínar upp í einingar og þá maður, þau eru að gera alls konar verkefni og svona, og ég hef verið að spyrja þau svolítið út í sko, æfingafjölda og æfingatíðni og allt, og ég held bara á þessum aldri þá ertu, þú ert í menntaskóla, þú ert ennþá bara að gera það sem þjálfarinn segir. Já. En það er kannski svolítið mikilvægt að þau fái pínu svona sjálfstæði til þess að meta þá álag einstaklingsbundið. Og þetta er þá líka alltaf bara svona kannski ákveðið samtal við þjálfarateymið. Þú veist, já, ég er ekki alveg kannski optimal í dag, þú veist, og í staðin fyrir að, þú veist, að maður hefur alveg gert þessi mistök sjálfur að, þú veist, þrýsta sér aðeins og langt þá á degi sem maður hefði ekki átt að gera það og þá endur á því að þurfa hvort sem að taka 2-3 daga rólega eftir það af því að þú ert svolítið bara búin að keyra kerfið í kaf og þá hefði kannski verið betra að taka bara rólegan dag og geta svo farið bara aftur á gjöfina eftir það og verið þá einmitt meira konsistent af því að það er það sem skilar árangur til lengri tíma og þetta er líka bara partur að halda sig kannski meiðslafríum, menna þú veist þú veist ef að líkaminn er ekki jafn mikið í stakkbúin að taka við álæginu þá aukast kannski bara líkur á álagsmeiðslum af því að þú veist bara vöðvarnir eru þreyttari viðbragðsminni eða seinni til viðbragða í rauninni og þá eru kannski álægið út frá höggum eða eitthvað álíka líklegra til þess að fara beint í stóðkerfi og þú heldur minna við hver einustu hreyfingu í rauninni. Þannig að það er alls konar svona hluti sem geta komið inn sko. Og svo náttúrulega eins og þú varst að tala þegar þú varst í hérna MR og æfir svona mikið að líkaminn kannski fyrirgefur þegar maður er yngri, fyrirgefur meira í lengri tíma, svo þegar maður eldist þá finnum maður bara, þú veist, þá er bara ein svefnlausnótt, skilurðu, strax finnum maður, en þarna varstu kannski með margar í röð áður og fórst að finna. Já, og svona, þú veist, einmitt, þetta virkaði í smá tíma og svo er alveg þetta að fara út í að næringarinntakka mín var heldur ekki alveg í fullkonu lagi þarna heldur og þú veist, ég var bara að borða og mikið svona getur maður sagt ruslfæði í rauninni og allt og lítið prótein, þú veist, og það var svolítið í rauninni myndi ég segja í dag kannski undirstaðan fyrir því líka akkur hlutinni gengu upp. Einmitt, ég var sjálf í MR, ég man nú kannski reyndar nokkrum árum undan en maður man að þú veist það sem var í boði var eiginlega bara kolvetni, þú veist. Já, svona unnið, þú veist, mikið unnið dót, þú veist, og einmitt, þú veist, ég var svolítið bara, maður einhvern veginn borðaði seriós í morgumat og svo hoppaði maður út og fór á, þú veist, 4-5 kilometra sundæfingu og svo var einhver svona kanilskonsa eða eitthvað eftir það og kókumjólk eða eitthvað og síðan í skólan þá var maður rúnstykki, þú veist, einhver lítil skinkusneið mögulega á því eða eitthvað svoleiðis og þú veist, svona var einu matur og eina kannski svona almennilega próteinin sem maður fekk við daginn var síðan bara með kvöldmatnum, þú veist, að þá kom maður heim dauðþreyttur eftir daginn og þá var kannski fiskur eða kjöt eða eitthvað álíka, sko, en þá vantaði rosalega mikið svona próteinmagnið í bara almennt í matinn og þú veist, í staðin fyrir að borða kanilskonsuna þá hefði maður geta fengið sér skilur 2 banana og þú veist, eitthvað álíka sko. Þú veist, að vera freka með þú veist, hreinar afurðir heldur en í svona unnu mat sko. 2 egg með eitthvað. Já, einmitt, þú veist, og þannig að maður væri aðeins meira svona, þú veist, af því að þú þarf alltaf að gefa líka skilaböðum það að hann geti byggt upp, þú veist, annars er maður bara svolítið að hjakka í sömu hjólsporunum og þú veist, og auðvitað í kringum sundið er kolvetnaintakan líka alveg mikilvægt, þú veist, maður þarf alveg að hafa orkuna þar, sérstaklega fyrir maður að nota hendurna mikið og hendurnar eru eiginlega mjög mikið til svona fast twitch, þannig að það er öðruvísi. Bara útskýra fyrir þeim sem það ekki hvað það fyrir. Nú sækja allir stílabækurna frá glósa. Já, svona frá glósa, einmitt. Líka með nokkur við erum með mismunandi típur af vöðvaþráðum og það eru mismunandi þá eftir hvaða vöðvahóp út að tala um. Til dæmis ef maður stendur uppréttur og þú veist, í rauninni sólusvöðin í kálfa til dæmis, hann er rosalega slow twitch miðar af því að hann þarf að geta haldið spennu í langan tíma þegar maður stendur. Þú veist, það þýðir ekkert að hann bara gefist upp eftir nokkra sekundur. En ég bið alla núna að hugsa svona til þess, hafið ykkur tíma þurft að vinna með hendina fyrir ofan haus. Þú
skiptum peru. Ég var að mála húsið mitt sumar, er þetta grín? Hvernig leiðir í höndunum? Já, þú veist, maður er mjög fljótur að súrna og það er af því að sagt, það er ekki mikið slótfittsvöðaþræðirnir eru aðalega þeir eru með rosalega mikið magna hvatberum og þeir geta brent fitu rosalega skilvirkt og þar leiðandi eru þeir mjög hæfir í því að brenna mjólkursýru líka, þannig að það er mjög ólíklegt að það safnist upp mikið mjólkursýra þegar þú ert með þá vöðaþræði undir bara svona nokkuð stöðu álagi sem er ekki svona hámarsákjað. En hins vegar ef þú ert með þessa fastfits sem eru meira svona power, þú veist, þeir mynda meira afl eða meira kraft í rauninni, en aftur á móti þá myndast meiri mjólkursýra, þú hefur ekki jafn mikla getu til þess að viðhalda til lengri tíma og þegar ég segi að hendunar eru meira fastfits heldur en fætin til dæmis, að þá er það rauninni það að þær nota stærra hlutfall af kolvetnum sem orku og það er sundroslega, þú veist, það er meiri þörf fyrir kolvetni í sundi af því að þú ert að nota hendur og efri líkamar rosalega mikið menn að fætunar eru kannski ekki mikið í notkun. Áhugavert, já. Og svo ferðu þú veist og ertu kannski að hlaupa og hjóla og þá getur þú verið mikið til að nota slótfits, en auðvitað er þetta þjálfanlegt að vissu marki. Já, ég ætla að segja þetta er bæði genatíst, við getum fæðst með mismikið bara og svo getum við þjálfað þetta upp. Já, þú veist og það er svona, það eru uppi svona kenningar, minna þú veist Ólaf sem er að þjálfa Kristján og Gustaf hérna í þríþrautinni að hann vill meina það að þú getur tekið hvern sem er og gert viðkomandi world class í sinn íþrótt. En þú getur kannski ekki gert viðkomandi world champion sem er svona, þú veist, heimsmeistari. Þú getur gert henni hvern sem er með, ef þú hefur nægilega mikinn tíma og það er engin skorða á, þú veist, tíma, næringu, recovery eða eitthvað álíka, þú veist, aðstæður eru náttúrulega líkillinn svolítið, sko. En hann vil meina það, þú veist, að það er alveg sama hvaða byrjunarpunkt þú hefur. Náttúrulega gefið það að þú sést ekki með annars konar sjúkdóma eða einhverja hamlanir í rauninni en þá gætur þú gert hvert sem er svona í rauninni, já, hann kallar þetta world class sem er þá bara á efsta leveli í svona afreksíþróttum. Við erum komið hugmyndar og raunveruleika þætti, held ég. Já, þetta væri bara mjög áhugaður þáttur að horfa á. Hann stendur yfir í 12 ár og en einmitt, það er af því að þetta er svona þjálfanlegt og þú ert kannski með, eins og segir, þú veist, ég meina Usain Bolt hefði náttúrulega aldrei orðið ólympíumeistari í maraþoni, þú veist, ég held að sé allir sammála um það. Hann er með mikið fastfits. Hann er með rosalega mikið fastfits hlutfall, en þú veist, ef þú hefði tekið hann þegar hann var, þú veist, 5 ára og hann hafði farið niður hennan svona maraþon, þú veist, prófíl og allar hans æfingar og allt hans atgerfi hefði snúist það að fara í maraþon, þá hefði hann líklegast orðið alveg bara fínn maraþon hlaupari. Hann hefði kannski aldrei orðið samt, þú veist, top of the top. En hann hefði ekki orðið bara mjög góður en þú veist hann hafði samt þessa genetísku getu til þess að verða náttúrulega bara besti spretthlaupari frá upphafi þú veist og þetta auðvitað kemur í ljós svona á vissum tímapunktum þegar krakkar eru frekar ungir að þú getur svona stundum séð svona ok, þú veist það er alveg geta þarna sko. en það er mitt svona kannski beautyið þetta líka mitt að þú ert ekki alveg fastmótaðir, þú getur svolítið svona þjálfað þig í áttina að einhverju sko. Og hann er mitt bara að teka dæmi með þetta, þú veist, ef að Kristján og Gustaf væri nákvæmlega sama æfingaprógrami, þá myndið þau drifta í sig ykkur áttina. Semst að Kristján yrði meira svona, hvað maður að segja, svona, ég held að hann hafi verið talað um að Kristján yrði meira svona slótfitsvél og Gustaf myndi vera meiri svona sprettvél sko. En hann getur samt gert á báða jafn tilbúna í það að takast á við Ironman Kona, þú veist. Bara með því að þá þjálfaru mismunandi kerfi sko, fyrir þú veist kannski að stimulita þú veist, eða örværinni þú veist, úthaldskerfi hjá Gustaf er litið meira heldur en Kristján, þú veist, sem dæmi sko. Já. Þannig að þú veist, þeir sem æfa til þess tugþraut og eitthvað, þeir þurfa þá bara að vera rosalega jafnvígir, eða þú veist. Já, og sem gerir það náttúrulega mjög svona, hvað maður að segja, skemmtilegt viðfarsefni af því að þú þarft náttúrulega að vera mjög svona góður í bara öllu. Svolítið svo crossfittararnir þurfa að vera. Já. Og svona það sem er kannski aukið erfiðleikasti í crossfitinu er líka það að ég myndi oft talað þetta við, þú veist, svona, það hefur stundu verið að koma í mælingar hjá okkur svona, þetta svona besta crossfitlið landsins, sko. Og maður er svona, myndi ofta að ræða þetta, það er mjög skemmtilega vinkill að, sem sagt, þú veist náttúrulega aldrei hvað þú ert að fara að gera þegar þú ferð á hinsleikana, þú veist, eða þegar þú ferð í undirbúningin fyrir það. Og þú veist bara það að þú þarft að vera svona í sem besta alhliðaforminu. En þú veist eins og í tugþraut þá er það náttúrulega alltaf afmarkað, þú veist það er vel skilgreint hvað þú ert að fara að gera og þar alveg hefur alltaf svona þennan ramma sem þú ert svona svolítið að reyna að vinna eftir og það eru þetta bara þá komna kannski upp ákveðnar aðferðafræðir sem geta svona svolítið bestaði í áttina því
en það kemur svona aukið erfiðleikastigi með crossfitinu þá þetta náttúrulega vera mitt mjög svona alhliða en samt veistu náttúrulega aldrei hvað þetta fara að gera raunverulega sko. Ég minnst þetta svolítið skemmtilega pælingar sko. Ég kom í fyrsta skiptið í mælingar til ykkar, hvað var það, 2021 held ég. Ég kom alveg 3,5 ár síðan og ég man bara eftir það þá mælingu þá sagði Már sko að ég gæti orðið rosalega góð í úttalsgreinum og ég horfði á hann bara ertu galinn, þú veist þá sá hann það einhvern veginn á þessum mælingum, ég veit ekki með við hvað en ég var bara svo hissað ég hefði aldrei séð fyrir mig kannski að mér fannst ekki voru gaman að hlaupa langt sko. En ég byrjaði reyndar alveg að hlaupa meira eftir það og fór að hlaupa bara hægar, fór bara að hlaupa svona 1 og 2 eða alla svona 2 held ég. Og ég bætti mig, þannig að það er svo gaman. Kannski, ef við kannski taka aðeins fyrir, að því að það eru örugglega einhverjir sem að hlusta, sem að veit ekkert hvað við erum að tala sónin. Fastfit, slowfit, són og eitthvað. Þeir eru komnir með stílabækunar. Nákvæmlega. Við getum eiginlega bara svona skipt púlsspilin okkar þannig að þú veist, allir hafa í rauninni einhvern ákveðin hvíldapúls og svo allir með einhvern ákveðin hámarspúls og við getum skipt í rauninni púlsspilin okkar upp í bara svona, það er alveg mismandi þú veist, 5 til 6 í rauninni svona bil og þegar við segjum til dæmis zone 1 eða svæði 1 í púls þá er það bara svona lægsta ákveðin þú veist, þetta er bara rauninni mjög róleg ganga fyrir flesta, þú veist, þú hefur ekkert fyrir þessu þetta er rauninni ekkert álag og þú ert eiginlega svolítið bara svona nota semst í rauninni vöðvasamdráttin í til dæmis fótum eða eitthvað til þess að pumpa bara aðeins blóði sko þannig að það hjálpar oft bara til þess að halda blóðflæði gangandi spjallhraði svo já bara alveg algjör sko síðan ertu komin yfir í semst það sem við kallum zone 2 það er bara eins og að skipta í annan gír á bílnuðinum sko að þá ertu svona farin að fullnýta svona fitu brennslu kerfið þitt getur við sagt og sem sagt af því að eftir því sem þú eykur ákefð þá þarftu náttúrulega að nota alltaf fleiri og fleiri kaloríur eða sem sagt mynda meira og meiri orku í rauninni og sem sagt líkaminn okkar hefur þá fitu og kolvetni sem í rauninni orkugjafa og sem sagt fitu brennslan okkar er þá yfirleitt svona hvað mest í zone 2 og í toppnum á zone 2 þegar við erum alveg komin í mörkin á því og það getur verið mismunandi hjartsláttur hjá fólki það getur verið ekstra á bilinu 120 til 150 eitthvað svo leiðis hjá flestum líklega að þá byrja fitubrennslan aðeins að lækka og þannig að þú veist toppurinn í zone 2 miðast oft við það einmitt hvar er hæsta fitubrennslan og hvar byrjar hún aðeins að lækka skurðpunkturinn svona kannski ekki endilega skurðpunkturinn en allavega þegar þú byrjar að sjá fitun að lækka og kolvetnin aukast aðeins og þannig að þetta er oft svona það er svona verið nefnd mismandi hugtökum, þú veist fatmax eða þú veist fitubrennslupúls eitthvað álíka en þetta er allt bara hugtök en þú veist þú ert reyni bara að horfa á þetta sem svona svolítið samfellta kurvu þetta er bara svona góður göngutúr fyrir flesta já þú veist þetta er, þú finnur þetta eins í öndun þegar þú ert komin að þessu mörk þá finnur þú svona fyrir því að svona það er aðeins dýpir andadrætti og ef þú ert að spjalla við eitthvað þá getur það ennþá en viðkomandi heyrir alveg að þú ert á æfingu eða einmitt að þú ert svona kannski svona helst vilt ekki vera að spjalla þú veist, ef þú ert alveg í toppnum á zone 2 og síðan eftir þetta ertu komin meira inn í svona zone 3 sem við kallum er algengast að flesti sé að æfa svona almennt en ætti ekki vera það sko þú veist, ef þú getur þólað þá ákefð þá er það svo sem allt í lagi en hún er bara líklegri til þess að myndöldum er í þreytu þannig að kannski recovery tímin er lengri þú veist, það er yfirleitt skorðan sem verður sem að álagi bara verður meira sko. Þú veist, þú þarft bara að brjóta niður meira magna orku og þá yfirleitt kemur það í formi kolvetna þannig að þú ert líka að taka af kolvetnabirðunum á þessum æfingum og þarna myndast líka aðeins meiri mjólkusýra í blóði tölum aðeins hana eftir og í rauninni mjólkusýran er stöðugt að myndast en málið er bara það að í toppnum á zone 2 þá fer það úr því að vöðvarnir okkar ná skilvirkt bara nota hana jafnóðum og hún myndast yfir í það að þeir eru ekki alveg að ráða við það og þá fer hún aðeins meira út í blóðið sko. og svo erum við komin semst í toppin á zone 3 og þá er þetta að fara að vera svolítið erfitt ekkert eitthvað óyfirstíganlega erfitt en þá erum við komin inn í zone 4 sem við köllum yfirleitt svona mjólkusýru þröskulds ákefð þetta er oft svona kannski 5 til 10 slög undir það sem við köllum mjólkusýru þröskuld
og þannig þetta svona þannig að þú getur sagt alveg eitt og eitt orð og jafnvel heila setningu en þú vilt helst ekki vera að tala mikið en fólk miskilur oft mjólkusýru æfingar sem eitthvað dauða, þær eru það rauninni ekki, þú getur gert rosalega mikið af þessu og faktist sko gætur alveg haldið, ef þú ert undir mjólkusýru þröskuldi þá gætur alveg haldið þeirri ákefð þanga til að sykurinn í kerfinu klárast, þú veist að þú ert ekkert að safna upp meiri mjólkusýru heldur en að myndast í kerfinu þannig að oft þetta kannski ákefð fyrir marga þetta kannski 10 km hraði og upp í kannski alveg hálfmaraþon, þú veist, hraði sko eftir í hvort sérst að ná að halda þetta út í 1,5 tíma mögulega sko. En eftir þetta ertu komin yfir þröskuldin og þá ertu komin í þessum kvöldu zone 5 sem yfirleitt svona hæsta ákefðin og þarna ertu yfirleitt farin að missa öndunina þess líka sko, þannig að maður farin að ströggla við að halda öndunni reglulegir og góðri, þú veist, maður svona farin að og þarna viltu ekkit, þú vilt ekkit vera að tala neitt sko. Þetta kannski sprettþjálfun eða svona high intensity interval eitthvað. Þú veist, 30 sekúndna upp í 4-5 mínútna interval, þú veist, það sem ertu rauninni bara hæstu mögulega ákefð og það sem þú veist, oft eftir þessar æfingar þá yfirleitt mjög langur recovery tími, þannig að þú veist, þú þarft að taka 2-3 daga eftir alvöru VO2 max æfingu til þess að til dæmis bara recovera eða veist, ná endurheimti sko. Ég held nefnilega það sem að crossfiti var svolítið að klikka á fyrst, þú veist, ég er búin að hafa crossfit í 15 ár og það var bara einhvern veginn öllum hent í sama pottin í fyrsta lagi, en það var eiginlega ekkert svona skipulag á æfingunum, þú veist, það var ekkert alveg verið að hugsa hvað varst að gera í gær þegar þannig var þetta þá. Ég veit þetta öðru í dag sko. Það kannski var svona hætt á því kannski að fólk gat svolítið keyrt sig yfirum í rauninni líkur á því sko. Þannig að þú veist, ef þú ert að sko, þú veist, sumir þola þú veist, alveg álag og þetta er bara svipað og kannski með einmitt þegar maður talar á yngri árunum skilum að þoldi svefnleysi í einhvern ákveðin tíma og þú þolir þetta kannski ákveðin tíma en síðan bara byrjar maður að staðna og þá fær maður líka kannski að það brotna niður úr svo mörgu þú veist, þú veist, merkin og mikið álag til dæmis eins og hjá mér, þú veist, ég þekkit oft sko að manni byrjar að vera svona svolítið kalt yfir daginn, þú veist, að því bara líka ég er aðeins undir í orku og svo fyrir maður kannski að erfiða með að fara að sofa, þú veist, bara sofna það er bara svona, þú veist, eitthvað svona, þú veist, maður svona ströggla við það og þá náttúrulega verður svefni verri og þá eru næstu dagar enda verri og þannig að þá er oft svona tími til þess að slaka þess ákveðinni, sko, en það er einmitt það að, þú veist, eftir svona raunverulega þegar þú keyrir þig gjörsamlega út, ég geri þetta eiginlega aldrei, sem nefnir keppni, gjörsamlega að liggja í gólfinu, sko, og það er bara af því að mér finnst það ekki þessi virði á æfingu. Af því að sko það að sækja þessi ekstra 2-3%, þú veist, af hverju ætti ég að gera það á æfingu, þú veist, það kostar svo mikið, þú veist, þú ert kannski að sækja þessi ekstra 2-3% og þessari tilteknu æfingu, en á móti kemur að þá er kannski æfingi daginn eftir að þú ert ekki að fara að ná 5-10%, sko, þú gæti kannski verið á meira álagi daginn eftir ef þú hefur ekki keyrt jafn mikið fram að þakinu, sko, og þannig að þetta er svona hefur verið hjá mér allavega partur af þess að reyna svolítið að halda þessu þannig að þú veist æfingarnar kannski VO2 max æfingar hjá mér fara upp í svona 95% og ég er bara mjög óhrættur við það að ég kannski með ákveði vatta svona target á hjólinu eða hraða við mig í hlaupinu og ef ég finn það bara, þú veist, ég sé það bara út frá ákveðinu, þú veist, þetta er bara ég er ekki að fara að ná að halda æfinguna út á þessu álagi, þá bara lækka ég ákveðinu þú veist, af því að raunverulega þarf ég að vera í, þú veist, VO2 max zóninu mínu, ég veit hvað hjartslátt ég er að miða á og ef ég get lækkað ölliti ákveðina þannig ég nái því samt sem áður þá ger ég það þannig að þú veist, þetta hefur hjálpað til að halda manni af því það eru bara miklu meiri líkur á því að þú einmitt lendir í einhvers slags vesenni, hvort sem er álagsmeiðsli eða eitthvað annað ef þú ert alltaf að keyra þig gjörsamlega fram á brúnni sko. Þú ert nokkru sinni búin að nefna VO2 max sem er hámark súrefnisupptaka og við fórum svolítið yfir það í síðasta þætti þannig að fólk getur kannski hlustað á það og minnst líka svo geggjað að þú fórst líka inn á sko að hámark súrefnisupptaka er ekkert bara fyrir íþróttafólk heldur getur sýnt bara almenningi í raun og veru hvernig heilsan þín er og lífsgæðin og hvað þú getur gert í framtíðinni. Nákvæmlega, þú veist, þetta er svolítið, þú veist, hámark súrefnisupptaka er rauninni bara, þú veist, við mælum þetta á brettaði hjóli og þú veist, eftir því sem við aukum ákefð, þá þurfum við alltaf að nota meira og meira súrefni. Það er bara, við þurfum að brjóta niður fleiri hitaeiningar til þess að geta myndað orkuna og það gefur auga leiða að, þú veist, það að labba upp í esjuna krefst meira orku heldur en að labba á jafnsléttu til dæmis. Þannig að þegar við mælum hámarks súrefnisnotkuna, þá erum við bara að mæla toppin í þeirri kurvi hjá fólki. Þannig að þú veist, hversu mikið súrefni getur líka með nota með við þyngd
og einmitt, þetta skilgreinir svolítið hámas ákvöst, þannig að þetta skiptir auðvitað máli fyrir afriðsíðuta fólk af því að við ætlum að ræða það svolítið meira kannski í dag já, en langaði bara að minna á hvað þetta er líka mikilvægt fyrir almenning. akkurat, af því að einmitt, þú veist, ef að hámarkið þetta er, þú veist, og ég tók þetta bara í dag með fyrirlestur VO2max einmitt áðan, sko, og tók þá bara svolítið hennan vinkil fyrir þetta fólk, af því þetta fólk á aldrinum kannski 50 til 65-70 ára og þú veist, margir í dag að glíma bara við til dæmis bara svona þreytu, bara síþreyta eða þreytu og þú veist, það getur auðvitað verið margar orsakir fyrir því, en eina af ástæðunum gæti alveg verið lág súrefnisupptaka, af því að þú veist, ef að hámarkið þitt liggur í því að það að labba upp til dæmis halla á nokkuð röskri ferð eins og upp esjuna, ef að það er hámarksathöfn fyrir þig líkamlega út frá súrefnisupptöku, þá eru allar daglegar athafnir mjög há prósenta af því í rauninni. Og þetta er bara svipað eins og ég ætlaði að fara út og hlaupa allt sem ég fer, ég labba ekki, ég hleypa á 16-17 km hraða. Þú veist, auðvitað er ég þreyttur í lok dags og ég var að díla við síþreytu líka, sko, af því að ég er prósentulega séð að vinna svo nálægt þakinu mínu að það er ekkert skrítið að maður verið þreyttur, sko. Það er rétt, sko. En eins og með VO2max og afreksíþróttafólk, hvernig þegar þú ert komin í gott form, hvernig getur þú hækkað, þú veist, hvernig eigur VO2max? Ef þú hefði spurt einhvern fyrir 30 ára síðan, þá hefði bara sagt, já, tekur bara EPO og nei, það er eins og Tour de France nei, það getur alveg verið að þegar þú ert komin mjög hátt, að þá þarft að fara að leita að þessum ekstra prósentum hér og þar. Og það er einmitt meðal annars þessi hitaþjálfun. Okay. Þú veist, eins og við ræddum áðan að þá við þessa aukningu sem verður í blóðvökva, þá þarf líka með þinn að bregðast við með að framlega fleiri rauð blóðkorna fyrir að þú vilt ekki hafa þunnt blóð heldur líka með þinn vill halda ákveðnum svona þykkt í blóðinu með rauð blóðkort með við blóðvökva og þá hefur fleiri flutningabíla innan gæsalappa til þess að flytja súrefni og það munaði þetta koma þá meira magna súrefni líkamann. Annað sem maður getur þá líka unni með er bara öndun. Þú veist, hvernig ert að nýta lungun þín og getur mögulega gert öndunaræfingar í hvíld sem að snúa því að auka kannski lungna rúmmál. Eins og ég þarf að gera. Já, þetta er alveg tækifæri hjá mörgum, sko. Og þetta er algengt hjá konum, algengara. Finnst mér í dag. Þetta er bara svona, hvað getur maður sagt, anekdótal hjá okkur, en það sem við sjáum í mælingum er að það er algengara að rúma og lungna hjá svona íþróttakonum sé öllitið undir því sem hún myndi kannski vilja sjá svona í fullkonum aðstæðum. Hvort sem að það sé streita, stress eða eitthvað álíka, af því að þegar öndunarmynstur okkar yfir daginn er kannski mjög svona takmarkað, grunnt og ört, sko. Að þá getur það ítt undir það að þegar þú ætlar síðan að taka hámars innönduna í staðin fyrir að nota þindina svolítið og þú veist fara fyrst með maga niður og brjóstkassan síðan út, að þá ferðu með axlirna þínar upp og svona spenni þær, þannig að þú spennir líka vöðan aftan á baki og framan á brjóstkassa og svo ferðu með þindina þína, þú veist, þú fyrir með magan inn. Þannig að þú veist, fólk getur bara að prófa þetta heima á sér. Já, af því að þú veist, það sem þú vilt náttúrulega gera að lunguðin þurfa að stækka út í það rúmmál sem þau hafa. Og ef þú ert að fara með magan inn, þá áttu náttúrulega eiginlega hálfpartinn að þrýsta þindinni svolítið inn á við, í staðin fyrir að gefa henni aðeins rými til þess að fara neðar. Og svo ert að spenna axlindar, þannig að þú nærði ekki að þrýsta brjóstkassuna eiginlega mikið út. Og stundum duga bara svona, við getum sagt bara eiginlega hálfpartinn teygjuæfingar hann, sko. Þú veist að þá liggur maður upp í rúmi og bara andar eins djúpt inn og maður getur einmitt með að einblína á það að maginn fari svolítið út þegar maður andar inn og svo þenum maður brjóstkassuna alveg eins mikið og maður getur og þegar maður finnur að maður algjörlega búin að fylla lungun, þá heldur maður í smástund og svo reynir maður að taka eitt svona lítinn í viðbútt og svo aftur smá. Þú veist, þannig að þú ert alltaf svona aðeins reyna að teygja betur á, svo bara slakar alveg og andar alveg frá þér og andar nokkur svona meðlegin á milli og gerir kannski 5-6 endurtekningar af þessu og þetta er eitthvað sem að svona, þú veist, freedivers eða svona kafarar sem er ekki með súrefni til dæmis gera til þess að þjálfa upp lungna stærð í rauninni. Yeah. Það er einhver dæmi með einhverja kafara sem er komin upp í 10 lítra lungnastærð. Og það er auðvitað náttúrulega bara, þú veist, beinagrindin er ákveðin svona takmörkun þarna, þú veist, og kallar hafa þá kannski alveg meiri getu til að stækka, þú veist, heldur en þú veist, kvenfólk, af því það er bara stærri í rauninni beinastruktúr í rauninni, sko. En þetta er, þú veist, það er alveg
þú veist, möguleiki að vinna aðeins með þetta. Mér finnst áhugavert að tala sko með að gefa eftir í kviðnum að því að þegar ég byrjaði að jóga þá, þú veist, jóga náttúrulega mikið öndun og þá man ég eftir, þú veist, það var alltaf að segja slaka á kvið, þú veist, andiði alveg ofan í og maður svona ósjálfrátt en maður alltaf svona halda maðunum inn. Já. Ég er spákur þetta sé eitthvað sem konur gera. Já, ég veit ekki hvort það sé bara, þú veist, maður er einhvern veginn meðvitaður svona, þú veist, hvað maður að segja, bara líkamsstöðuna sína og eitthvað þannig, sko. Einmitt. En þú veist, það er raun alveg, maður horfir á, þú veist, þetta sést best kannski þegar fólk er að hlaupa, sko, þú veist, nei, hjólas, fyrir ekki, að þú veist, þá sérðu til dæmis að maginn gengur út og inn, þú veist, hjá, svona aðra sjálfurfólki af því að þegar það er að starfundir horfir ákveð, sko. Og ég meina að þú sérð aldrei, þú veist, ef þú horfir á ólympíuleikann í maraþoni, bæði hjá konum og köllum, að það hlaupa allir mjög uppréttir og með brjóskan svolítið fram, af því að staða þín er þannig að þú ert svolítið að, þú veist, gera þig til þess hæfana að þú geta dreigið inn svolítið mikið loft og andaði frá þér. Þú hleypur ekki í hókinn, þú veist. Þannig að þú þarft að vera svolítið með opin brjóstkassa, þannig að þú hafir allt þetta rými til þess að anda inn í, sko. En að því þú nefndir mjólkusýru svolítið áðan, þú veist, nú er svolítið, margir að mæla hana á æfingu. Já. Veist, hvað getur hún þá sagt manni? Einmitt, þetta er einmitt sem sagt, þegar við sitjum bara núna venjulega, þá vill maður að mjólkusýran, þá er hún eðlilega kannski ekstra á bilinu 0,5, 0,6 eitthvað svoleiðis og upp í kannski 1,0, 1,2 kannski, þú veist, það fer aðeins eftir álægi líka við daginn og svona. Er það millimól? Millimól ákveð lítra. Og þetta er alveg mikilvægt að hafa í huga því að mjólkusýra er það sem við kallum svona, hún er concentration value. Þú veist, þetta er ekki, þú veist, þegar þú mælir súrefnisupptöku til dæmis, þá mælir þú millilítra á mínútu. Þú veist, það er bara millilítra á súrefni sem þú notar. Mjólkusýran er ákveð lítra. Þú veist, þannig að það gefur auga leið að ef þú ert betur vökvuð þann daginn, þá er magnið af mjólkusýru í blóðinu kannski alveg lægra. Okay. Þú veist, þannig að vöðvarnir getur verið að mynda sama magn, en það er meiri vökvi til að taka við því og þá er laktatlevelið alveg lægra. Þannig að þetta er bara eitthvað til að hafa í huga, sko. Já. En hefur saltintaka þá einhvern áhrif á þetta? Já, þú veist, bara vökabúskapur, saltintaka og vökvaintaka getur haft áhrif á það hversu hátt svona baseline í mjólkusýru þú hefur þann daginn. Þannig að þú veist, ef maður er að taka til dæmis mjólkusýru mælingu og maður færi út einhvern ákveðin prófíl, þú veist, þú eins og ég tala þetta hérna zone 1, 2, 3, 4 og 5 áðan, þá er kannski zone 1 og 2 ertu með frekar lága mjólkusýru, þú veist, kannski bara í kringum 0,5 til 1 millimól, eitthvað svoleiðis. Og svo eftir zone 2 þá byrjar hún svolítið að hækka svolítið stöðugt. En fólk er svolítið hrætt með mjólkusýru, það var alltaf svona, talað þess að það var alltaf slæmt. Mjólkusýra er mikilvægasti eldsneytisgjafi líkamanns, getur vel að sagt. Og það er bara að nota hana til dæmis í dag í bara eftir svona í recovery, eftir til dæmis heilaskurðaðgerð, af því að mjólkusýra kemst í rauninni bara frjálst inn í heilan og heilin þarf ekki að brjóta niður eins og ef þú gefur heilanum sykur, þá þarf hann að brjóta niður áður hann getur notað, þú veist, niðurbrotið sem orku. Mjólkusýran er nú þegar niðurbrotin sykur eða glúkosi í rauninni og hann getur rauninni bara notað hann beint sem orku. Okay. Og ef þú myndir einmitt bara, ef þú myndir sprauta hreinum glúkosa inn í æðinni og svo mjólkusýru í hinn handlegginn, þá myndir líka með frekar nota mjólkusýruna fyrst, heldur en glúkosan. Þannig að en það er engin ástæða til að vera hræddur við mjólkusýru, við myndum hana stöðugt og í rauninni eru svona nýjustu vísbendingar það að eins og við lærum í, þú veist, hvort sem að sé í næringafræði, íþróttafræði eða hvað sem þá lærum maður Krebs cycle eða citric acid cycle eða hvað sem þetta er kallað alltaf, kerfin sem mynda orku. Og þeir sem eru svona fremstir á sviðinu í dag í að rannsaka til dæmis mjólkusýru segja að við höfum bara verið að kenna það í rauninni grundvallatriðum aðeins vitlaust síðustu 100 ár. Og til dæmis er henni loka niðurbrot af glúkosa virðist vera að það er loka niðurbroti er alltaf lactate eða mjólkusýra. Og síðan eru það hvatberðnur okkar sem nota mjólkusýruna beint sem orku á meðan að það er nægt súrefni til staðar í þessum vöðva staðbundi sem þú ert að vinna með. Og þar leiðandi líka er þetta hjartavöðun okkar vill mjólkusýru frekar umfram allt annað, heilin. Þannig að þú veist, maður sér þetta raun að þú veist, svo lengi sem að mjólkusýran er í meira magni til staðar, þá mun líka með nota hana sem orku, af þetta er mjög einfaldur orkugjafi.
Við vorum komin í hvað, zón 3 og 4? Já, þannig að þú veist, í zón 1 og 2 þá var mjólkursýran mjög lág og svo eftir það þá erum við sem sagt komin fram úr getu sem sagt vöðvans, segjum að við séum að hjóla til dæmis og við notum þá aðalega framlærisvöðva, glúts, sem sagt rassvöðvana og kálfa til dæmis. Þetta er svona stærstu vöðvahóparnir sem er að vinna á hjóli. Og sem sagt, í zón 1 og 2 þá sem sagt niðurbrotið á sykri eða sem mjólkursýru myndunum innan vöðvana, hún fer ekki fram úr þeirra eigin getu til þess að bara nota mjólkursýruna sem orku strax í rauninni. Og eftir zón 2 þá sem sagt álagið fara að auka svolítið meira, þannig að við erum farin að brjóta niður meira magn af kolvetnum og þá sem sagt byrja mjólkursýran að smitast aðeins meira út í blóðið. Þá förum við að nema meira magna mjólkursýru í blóðinu og þá hækkar hún alltaf svona jafnt og þétt þangað til við komum í efri mörkin í zón 4 sem ég vil tala sem þessi mjólkursýru þröskuldur. Margir hafa verið með við kannski 4 millimól, þetta er oft svona algengur svona staðalla með við en þetta getur verið allt frá 2,5 og upp í 4,5 millimól þessuna það fer aðeins eftir í hversla síðustumann að koma út með. Okay. Og en sem sagt já, þá ertu komin yfir ákveðin þröskuld þarna og þá svona eiginlega tekur svona veldisvöxtur við. Finnum að bara súrnar líka minn. Þarna finnum bara að súrnar rosalega mikið upp og það er aðalega sem sagt þá líkast til þetta hluta til sem sagt vetnið, alltaf þegar þú brýtir niður kolvetni þá myndast smá vetni líka og mjólkursýran er að binda þetta vetni, þannig að mjólkursýran er góði gæinn, hún er ekki slæmi gæinn. Og en það er þetta vetni sem er líkast til það sem er að sýra vöðvan okkar og gera verkum við hættum að geta síðan í rauninni dreigi vöðvan almennilega saman Það er aðeins verið að rífast í rauninni hvað raunverulega veldur svona, þú veist, því að við getum ekki haldið áfram að starfa en mjög líklega er það hluti af þessu þessa vetnisjónir, það er allavega ekki mjólkursýran sem slík. Nei. Og það er skrítið að kalla þetta mjólkursýru af þetta er ekki sýra. Nei. En þannig að íþróttafólk getur bæði nýtt sér þá bæði VO2 max og mjólkursýru svona til þess að miða við það á hvað ákjaf þeirra æfa. Já, er það ekki? Þannig að þá gætur til dæmis ef þú veist að þú ert svona einhvers staðar á bilinu, mjólkursýru þröskuldurinn þinn er á bilinu 4 millimól, eitthvað svoleiðis, 3,5 til 4. Þegar þú ert til dæmis að taka þá threshold æfingu, sem þú ert á mjólkursýru æfingu, þar sem þú átt að gera 5-10 mínútur eða eitthvað á þröskuldi. Sem sagt, rétt undir honum. Þá vilt þú til dæmis ekki sjá 4,5 millimól á mælinum. Þá þarf þetta að hægja á þér. Af því að þarna ertu farin að mynda þá greinlega lítið meira magn heldur en líkaminn er að ráða við og ef þú myndir halda þessar ákið áfram þá myndir þú sjá 5,0 í næstu og svo 5,5 og svo 6 og þá væri líkaminn alltaf að þreytast meira og meira og þú verður að byggja upp meiri þreytu og þá senkar líka recovery tímanum og það er þetta koncept sem er til dæmis komið upp í Noregi núna double threshold day, þú veist að þá tekur þú veist þröskuldsæfingu morgunin sem er kannski þú veist 10 kílómetra á þröskuldi og svo tekur aftur þröskuldsæfingum kvöldið sem er einhverslega öðruvísi típa en af því að þú ert undir mjólkursýru þröskuldnum þá ert ekki að byggja upp og safna þreytu við daginn, þú þarft að fylla orkubyrðir en þú ert ekki mjög langan recovery tíma þú getur gert 2 svona æfingar kannski á einum degi gefið þá vel þjálfaður eða þjálfið þetta en það er svolítið konceptið með þessu en þá einmitt með að vita nákvæmlega hvar þú átt að vera þá getur þú svolítið stilti af á æfingum. Já. Heldur, eru þú veist margar íþróttagreinar á Íslandi að nýta sér þetta? Nei. Minnst það aðalega bara tengt hlaupurum einhvern veginn? Já, þetta er svona ég er svona svolítið, hefur verið kannski undanfærin á skrýtningaðin í þessu, þú veist að einhver leiti og En myndi allir gagnast að þessu? Þú veist, fótboltalið og þú veist, alls Já, ég held að þú veist, það er aðeins svona, það hefur verið smá öðruvísi í eins og svona liðsíþróttunum, þú veist, eins og í fótbolta og svona, fyrir þá eru æfingar farnar að vera meira svona leiklíkari, þú veist, þannig að þú ert yfirleitt að simulata runni það sem þú ert að fara að gera í leik sem alltaf runni, þú veist, make a sense en maður má samt ekki gleyma því að þú ert samt með ákveðin kerfi sem þú vilt reyna að hámarka, þú veist, og þú ert kannski með mismandi típur af leikmönnum eftir í hvaða stöðu við komum til spilar, þú veist, þannig að kröfurnar sem við myndum gera á þú veist, miðverði sem eru í vörn og eru kannski meira í sprengi effortum en þurfa að vera mjög sterkbyggðir einstaklingar til þess að vera í, þú veist, miklu návíi eins og í, þú veist, hotspyrnum, aukarspyrnum og þarfum til göttunum að takast á við einhverja frammeira þeir
þær eru kannski með öðruvísi kröfur á sig heldur en bakverðir sem eru að sækja alltaf fram og bakka aftur eða miðjumenn sem þurfa að vera að hlaupa hátt svona vinnust í allan leikinn. Þannig að þú veist, að mínu mati þá væri hægt að þjálfa líklegast upp þessa einstaklinga á mismandi hátt eftir í hvaða stöðu við komum til spilar. Þannig að þú veist, það miðjumaður þarf kannski að hlaupa miklu meira í leik, þú veist, vera með hærri vegalengd í rauninni. Meiri sérhæfing svona. Meiri kannski svona, þú veist, mikilvægur að hafa kannski betri fitubrennslu þröskuld eða svona 2 til þess að þú getur haldið hærri meðal hraða án þess að vera að safna mjólkusýru og líka þá verið fljótari að ná endurheimt eftir að hafa tekið sprett. Af því að þeim mun hærri sem þessi þröskuldur þeim mun styttra niður þurft að bakka til þess að byrja að recovera. Og þannig að það eru svona mismunandi þættir sem geta átt við í hverju tilfellu fyrir sig. Hvernig kemur styrktarþjálfun inn í allt þetta? Þú veist, hvernig getur hún haft áhrif? Hún er kannski svona svolítið, ég myndi taka hann alveg sér í rauninni, sko, af því að margir einmitt spyrja út í þetta, þú veist, hvort að styrktaræfing eða þú veist, liftingaæfing gæti verið zone 2 æfing, af því að þú ert að fara upp í, þú veist, púlsinn fyrir á sama stað, sko. En þá eiginlega, það maður ofta að hafa í huga, þú veist, ok, hvað er að framkalla púlsaukninguna? Þú veist, þannig að þú ert aðalega að nota náttúrulega rosalega, þú veist, kraftmikla vöðvaþræði þegar þú ert að lifta, þannig að þú veist að byggja upp mikinn hámarstyrk, sko. En þú ert kannski ekki að gera það eins og þú værir að gera þegar þú ert kannski að labba eða hlaupa, þú veist, af því að þá ertu meira að nota þetta svona slow twitch kerfi og púlsinn er kannski á sama stað, en það er algjörlega sikkur hluti sem framkallar það. En ég myndi þá veist, maður myndi alltaf mæla með því að flestir væri að stunda einhverslega styrktaræfingar, þú veist, af því að það er auðvitað alltaf þetta er smá debatt í, þú veist, eins og þríþraut og svona, af því að ef að það vantar ekki upp á til dæmis súrefnisupptöku eða hámarksafköst, að þá er kannski tímanum mögulega betur varið í það að í rauninni hjóla eða hlaupa, af því að það er það sem þú ert að fara að gera í keppni. En það er samt alltaf mjög skynsamlegt held ég að gera fyrirbyggjandi æfingar sem að vinna því að styrkja til dæmis bara kórið, þú veist, og þarfandi göttunum, sko. Hversu miklum tíma verð þú í styrktaræfingar sjálfur til dæmis? Ég verð að viðurkenna að hann er bara ekki mjög mikill. Og það er bara því að mitt svona, ég gæti verið liðuri og ég held ég myndi frekar byrja því að byggja inn í rútínuna mína svona liðleikaæfingar til þess að gera mig örlítið sveigjanlegri í mjöðmum og komið veg fyrir það að maður sé að svona stífna eins mikið upp í mjöðmum af því að þegar þú ert að hlaupa eða hjóla eða synda, þetta er allt í rauninni í sama planinu, þú veist, ef þú hugsar það hvernig hreyfingin er, þú ert aldrei að fara út frá líkamanum einhvern veginn. Nei, mitt í miðlínu. Þú ert alltaf í miðlínun einhvern veginn, alveg sama hvað íþrótt það er sem þú ert að gera, ég er að synda, þá er það skriðsund, þú veist, maður er í kringum miðlínuna, svo er þetta hjólið og það er náttúrulega bara, þú veist, sama hreyfingin í rauninni og svo er það hlaupið, nákvæmlega eins. Þannig að það væri, þú veist, þarna, þú veist, sérstaklega kringum mjaðmasvæði, mjóbak og svona, og ég líka bara hugsa náttúrulega fyrirbyggjandi framtíðar. Já, ég veit spyrja sko að því að þú veist alltaf að tala um að hvað styrktarþjálfun er mikilvæg bara fyrir heilsuna, en sem afreks íþróttamaður þá náttúrulega er maður svolítið að fókusa á sko getu í dag. Hversu mikið fókusa maður á framtíðina? Já, maður er kannski ekki mikið af því og ég hef oft svona sagt að það að stefna kannski á ólympíuleikana er ekkit endilega langlífis markmið. Þú veist, það fer ekki alveg saman, þú veist, hvernig þú myndir setja upp æfingaprógram fyrir eitthvað sem er að þjálfa sig fyrir ólympíuleika eða þú veist heimsmeistaramót í Ironman. Þú veist, þetta er ekki sama prógram og myndir setja eitthvað ná sem er bara að segja, herru, mér langar bara að lifa lengi og vera við góða heilsu, þú veist, af því að ég held að, þú veist, eins og ég æfði því hérna fyrir, þú veist, 3 árum síðan, ég minna, það var örugglega, þú veist, það var að byggja náttúrulega upp rosalega skilvirt fitubrennslukerfi og rosalega skilvirt VO2 max og allt það, en það var örugglega að brjóta niður fullt öðrum þáttum á sama tíma, til lengri tíma. Þú veist, ég var að hafa slæm áhrif á bara liðleika í mjöðmum, þetta var örugglega ekki gott fyrir, þú veist, beinþéttni líkamanns, þú veist, af því að maður er ekki að lifta mikið, það er ekki svona torsion álag endilega á beinin beint. Þannig að hætta beinþynningu kannski? Já, það er það sko og það hjálpar ekki heldur að ég er að taka af því ég er með mikla bólgur í lungum, þá er ég að taka út frá astma, þá er ég að taka öndunarstera, svona corticosteroids og þeir eru nú bara þekkti fyrir það að íta undir beingistnun eða beinþynningu til lengri tíma þannig að það er ekki að fara, það hjálpar mér ekki sko, koma til líka úr sundi sko, það er ekki mikið að höggum þar þannig að
en þú veist, ég held að ég hefði alveg geta líka verið ölltið svona með þetta bara mína næringarintöku einmitt sko, þú veist, að fá nægilega mikið K2, D-vitamin, kalk, þú veist, þessi hlutir, þú veist, maður var ekkit endilega að pæla mikið í þessu heldur. Hvað myndir þú ráðleggja þeim sem eru bara úlingar í dag og þeim langar að verða afreksíþróttafólk? Því nú er ég akkurat með, þú veist, með hérna nýjan hóp í þessu. Hvaða ráðleggingar hefur til þeirra bæði bara varðandi afköst en líka kannski bara lífið almennt skilur upp framtíðina? Ég myndi byrja á að aðtöga hvort það sé tækifæri til að bæta svefnin. Það er bara númer 1, 2 og 3 af því að ég veit að ég gera þessi mistök sjálfur. Ég veit ekki hvort ég hefði hlustað sjálf mig samt fyrir, þú veist, ef ég hefði fengið sjálf mig núna til þess að koma að tala við mig fyrir, þú veist, 15 ára síðan. En þau settu sér mörg markmið, þess að þau þurftu að setja sér markmið í fyrsta tímanum og mörg tóku svefnin. Já, flott. Þannig að ég er svo ánægð með það. Það er einmitt hérna, það er eiginlega númer 1 og 3. Ég myndi segja síðan væri eiginlega mataræði eða sérst næringarinntöka þar á eftir mjög mikilvæg sko. Það var það sem ég klikkaði á svolítið sko. Hvaða mataræði aðhyllist þú? Ég aðhyllist bara hreint mataræði, semst að þú veist reyna að láta hlutina vera sem næstu upprunanum, þú veist, þannig að þeir í kaupi auðvitað er ég ekki fullkomin hana og nú má fólk ekki fórt í búið að horfa á mig og vera bara eitthvað herðu, þú varst hérna þú veist, það er alltaf bara ómögulegt í dag eiginlega hálfpartinn að vera bara með allt tipptopp sko, og þú veist, maður er líka bara svolítið svona, já, þú veist, ég er 80-90% svona clean, getur maður sagt, en svo er maður líka bara með, þú veist, Er það bara kjöt og fiskur og hnettur og fræ og ávextir og grænmeti? Já, þú veist, það er svolítið bara morgumaturinn, þú veist, 4 egg, þú veist, 100 grömm af höfrum, 4-5 döðlur út í það og svo fer maður á æfingu, maður kannski, þú veist, maður fær sér einmitt millimál eins og hleðslu eitthvað upp að fá próteinþörfuna aðeins upp líka, eða sérst próteinmagnið og svo er þetta bara, þú veist, einhverslega svona, bara einmitt ég borða heilan póka af annarkvort kasjú eða pistasíum á dag, þú veist, yfirleitt, þannig að það eru kannski einhverjar alveg 700-800 hittaeiningar í því og svo er maður með eitthvað svona fræbrauð eða eitthvað álíka svona með hummus eða eitthvað alltaf eitthvað prótein alltaf með kvöldmatnum, þú veist, hvort sem þessi kjötfiskur eða einhverslega, ég er ekki mikið í reyndar svona einhverjum baunaréttum eitthvað svo leiðist, það fer bara illa í mig og en kjúklingur, þú veist, egg, fiskur, kjöt og svo bara kolvetnin með kvöldmat yfirleitt í svona einhverslega sæta kartöflur eða bara bökunarkartöflur, hrísgrjón, þú veist, þessi hlutir og svona, þú veist, olíuna sem ég noti yfirleitt þá bara kaldpressar avokadóolía, ólífuolía eða eitthvað álíka. Þannig að ég reynir bara svolítið að hugsa, þú veist, ok, það sem ég er að borða svona almennt, þú veist, er það eins nálagt, þú veist, bara upprunalegri mynd og hægt er. Þú veist, það er svolítið svona, bara grunnurinn, sko. En síðan auðvitað er ég alveg með, þú veist, minna, ef ég er að fara langar æfingar eða intense æfingar eins og bara í kær, þú veist, eitthvað VO2max-æfing, þú veist, þá er ég með kolvetnadrykk á æfingunni og það er bara til að passa upp á það að ég sé ekki að lenda í mínus, þú veist, maður lendir alltaf í mínus en maður sé ekki að lenda í ómiklu mínus og Ertu að passa að fá þér prótein eftir æfingu? Já, þú veist, ég er að passa upp á það og vera bara nokkuð jafna próteinindöku í daginn, þú veist, yfir ákveðin þröskuld, ég reyna alltaf með á að ná að minnstakosti 20 grömm í, þú veist, ég er í 5 ykkurslags prótein og það er yfirleitt samt alveg að fara í 30-40 grömm í, þú veist, það er líklegast alveg í, þú veist, próteinindökanu í daginn, kannski 180-200 grömm þannig að þú veist, en ég vil bara passa það að ég sé mér nóg. Og þetta er eitthvað sem að til dæmis, ég var ekki að gera nægilega mikið að finna áður fyrr og þá örugglega var ég miklu nær því að vera bara nær því sem væri svona hefðbundið næringar viðmið í dag sem er bara svona kannski gert til þess að maður sé allavega ekki í skorti en þú veist það er ekki kannski beint ef þú ætlar að vera raunverulega byggja upp og koma þér sem þú veist afreks íþróttamanni þú veist eins ofalega hægt er þá er það náttúrulega bara enga við nú og þannig að það er þú þarf byggingarefni sko. Og vatnsdrykkja líka þú veist, vöðvar er náttúrulega 70% vatn þannig að þú þarft að vera að passa vatnsdrykki við daginn sérstaklega þú ert í hitaðalögun Já, þarft að drekka ekstra mikið Já, maður svitnar alveg 2 lítrum á klukkutíma í svona æfingu þannig að maður þarf að vera að passa sig að því að drekka nægilega vel en svona þetta, svefnin og svona mataræði þú veist, og eins og segi, ég er ekki neitt eitthvað svona endilega, þú veist, ég minna aukakendur heldur en ég var í þessu, ég var rosalega mikið svona
prófa alls konar hluti og svona í þessu, en það líka bara partur að þú veist að sjá hvað virka fyrir mann sko. En í dag þetta svolítið bara svona hvað maður að segja balanst í rauninni matræði, bara með áherslu á prótein og það afurðna séu næstu upprunum, það svona það sem ég legg mest áherslu á. Þannig að svefn og matræði svona lykillinn. Já, ég myndi segja það, svo þetta æfingarnar, en ég held að flestir sem eru í aðra síðutum hafa alveg metna til þess að gera æfingarnar almennilega. Það er alveg hitt tvennt sem að svolítið vantar stundum upp á. Og svo liðleika þjálfunin. Og liðleika þjálfunin. að þetta eru svona kannski hlutinni sem eru oft á tíðum svona kannski, já, ekki nægilega vel ígrundaðir. Og ég veit svo sem ekki hvernig þetta er í dag, þú veist, eins og í aðra síðutunum, þú veist, hvort þetta sé svipað hjá mér að það var engin leiðsögn með þetta, þú veist, maður var bara einhvern veginn svolítið sjálfur með þetta í þessu. En kannski er það bara eins, kannski er einhvers slags vitundavakning búin að vera. Ég held að sé meiri fræðsla, en svo kannski bara misjandi eftir íþróttum. Það er auðveldar kannski hópíþróttum að koma með fræðslu en því að þeim sem er einstaklings. Já, algjörlega. Þú getur verið með svona, kannski tekið hópinn svolítið fyrir, sko. En svo hafa stundum það hafa sundfélög verið að fá eins og bara mig til að vera með félagstundum þú veist, bara svolítið mína nálgun og svona, sko. Já. Eins og í einstaklis íþróttum, sko. Þannig að það hefur alveg svona, það er einhver vitundavakning greinilega, veist, og en þetta eru svona allan að tveir, svona myndi ég segja mikilvægastu svona stóru steinarnir til þess að velta allan til að byrja með. Það eru margir í svona, hvað maður að segja, dúksa í smáatriðunum stundum, sko. en það er auðvitað alveg hægt að sækja, eins og ég segi, eins og einhver prósent þar, en svona ef að svefnin er kannski ekki nægilega góður þá er það yfirleitt að fyrsta sem hún byrjar á, sko. Algjörlega. Ég hef skrifað hérna hjá mér og ég er mjög forvitin þetta passar ekki út í það sem vorum að tala um. Nei. En bara yfir í annað. Af hverju hægist á grunnbrennslun okkar með hækkandi aldri? Vissi að þú getur svarað þessu. Loaded spurning alveg hérna. Nei. Sko, það hafa verið gerað svona nokkur rannsóknir á þessu og það virðist vera þegar þú sem sagt tekur út lækkanir sem verða í það sem við köllum lean body mass með aldri, sem er í rauninni bara vöðvamassi í rauninni, eða semst allt, já, í rauninni bara við getum sagt bara vöðvamassi til einfalda. Bara rýrnun, eða? Rýrnun, já. Að þá eiginlega hverfur þessi breyting, semst að hún virðist vera svolítið tengd því að það verður rýrnun í vöðvamassa. Ok, þannig að maður viðheldur vöðvamassanum? Svona þýjur hann segir það allavega. Og þá ætti hitt að viðhaldast, þú veist, og ég hef alveg fengið mitt einstakling til okkar hérna í Greenfit sem bara með svipaðan grunnbrennslu frá ég og 70 aðili og með álíkast háan vöðvamassa á ég og svo bara spurði maður, bara var að gera 50 uppbyggingar á dag, 3 í viku, búin að gera það sem ég var 30, þú veist, þetta var bara eitthvað svona sem ég var búin að gera í 40 ár, þú veist, bara einhver geggjur rútína, 50 uppbyggingar á dag, 3 sinnum í viku og þú veist, einmitt, en þarna var bara sama bara, fínt dæmið það, bara ok, þú veist, grunnbrennslu hraðin var bara nokkurn veginn svipaður á minn, þú veist, en enda sami vöðvamassa eiginlega, í 70 aðila. Og þannig að ég held að þetta tengist svolítið því að þú veist, þetta er eins og með til dæmis súrefnisupptöku, VO2max, maður sér að hún lækkar með aldri. Og svona mín skoðun í dag er svolítið svo að þetta sé eiginlega meira tengt inn á það að það er ekki það að þetta sé eitthvað sem er bara óumflýjanlegt að gerist. Þetta er meira tengt því að það verður einhvers slags breyting í lífstílnum okkar sem gera það verkum að við hættum að stunda æfingar eins miklum krafti, til dæmis, eða hvað ég segja, þú veist, byrjum að borða kannski aðeins minna eða þú veist, er ekki nægilega kannski vel svona, hvað maður segja, inn í málunum með matræði, sko, og þá kannski náttúrulega, þú veist, ef að próteinintaka er ekki næg, þú ert ekki að stunda styrktræfingar og þú ert ekki að hreyfa þig reglulega, þá munum við náttúrulega bara sjá lækkanir í vöðvamassa með aldri, þú veist, það er bara eiginlega óumflýjanlegt og þannig að mín skoðun er svolítið svo að ef allir fyrir 50 árum síðan hefur verið settir á fullkomið æfinga, næringa og styrktaprógram og liðleika prógram fyrir svona fyrir sitt kerfi, þá værum við ekki að sjá þessi trend eins mikið. Ég held því eiginlega bara statt og stöðut fram að það sé meira svolítið tengt inn á bara, þetta er alltaf svolítið svona spurning, þú veist, mér finnst ofta að þetta ekki nóg einmitt, maður heyrir þetta alltaf, þú veist, blóðsykur hækka með aldrinum, bara ok, af hverju skilju, það er eitthvað mekanismi þarna, það er eitthvað sem er að gerast, ég meina, það er bara ekki eitthvað, já, þetta bara gerist, þú veist, já, ok
þetta er það sem við sjáum bara, já, það lítur ykkur ástæða, þannig að það var saman með þetta skilur, já, grunnbrennsla hægist með aldrinum og maður svona, já, ok, þú veist, maður sé þetta líka sannsningunni, þú veist, viðmiðin fá framleiðandunum á búnaðinum hjá sem við notum, þú veist, eins og fyrir það er þetta að mæla svona sem kallar svona vassstaða líkamanns sem er svona, bara ákveðin mælikvarði á bjúg, getur maður sagt. Og það er bara normal viðmið bara færist upp með aldri. Og ég bara svona, ok, breyttist þá bara hvar er optimal að vera? Er það bara að breytast? Nei, þú veist, það er alltaf optimal að vera í kringum 38% fyrir kalla og 40% fyrir konur, þú veist, extra cellular á móti total body water, þú veist, þetta er bara hlutfall, sko. En einhvern veginn af því að normið í samfélaginu er þannig að þetta færist upp á þeim með aldrinum, að þá einhvern veginn færu bara grænumörkin, sko. Þannig að þú veist, mér er bara svona, ok, þannig er það rétt nálgun, þú veist, eða ættum við að segja bara, nei, við ætlum bara að setja meiri kröfur á okkur, við ætlum bara að vera hérna niðri, það er fullkomin staða og ok, það geti verið að hlutinni breytist með aldrinum, en við getum allan að þá gert eitthvað til þess að koma okkur aftur á hinstæðin, sko. Þetta er nú bara alveg eins og að fólki finnst sjálfsagt að heilsa versni með aldri. Við erum svolítið svona gíruð á það. En veist, það þarf ekki að vera. Nei, það þarf ekki að vera þannig, sko. Og þú veist, auðvitað koma svona, það er koma mjög áhugaverðar svona niðurstöður og nokkur rannsóknir núna sem sýna að semst öldrun eða semst svona runni, kannski hvað ég svona ellitengt hrörnun kemur í tveimur svona nokkuð skörpum bylgjum. Við eldumst ekki línulega, sko. Okay. Þetta er ein bylgja sem verður við svona 40-45 ára aldur og svo aftur við svona 60 pluss. Það er eins og sé eitthvað svona, það er komið svona tveir svona. Hvað er að gerast þarna? Já, það er góð spurning. Þá eftir kannski að finna út í því hvað raunverulega er þessi stað þarna, sko. Yeah. Hvort sem að það séu, þú veist, eins og það getur alveg verið að það er eitthvað að breytast í kerfin okkar, þú veist, það verða kannski eins og talar í byrjun einhverjar hormónabbreytingar mögulega. En það er kannski valda því að þú óselott byrjar að vera kannski ekki eins ofta á æfingu. Akkurat. Og byrjar að kannski mataræði verður ekki alveg gott, þú veist. Og þetta eru bara svona, þú veist, þessi hlutir algjörlega. Í rauninni, þú veist, spila inn í, sko. Og það er svolítið svona, maður vill oft finna eitthvað svona eitt til þess að kenna en það er mjög líklega bara rosalega svona, þetta er samansafna mörgum hlutum sem eru bara að spila saman sem að mynda eina heild og þú veist, það er kannski eitthvað eitt sem byrjar á að breytast en það hefur feedback áhrif og allt annað. Já. Og það breytir fullt öðrum hlutum á sama tíma og það getur stundu verið náttúrulega bara mjög erfitt að finna nákvæmlega ástæðina, sko. en já. Nei, ég finn bara, sko, að þú veist, í svona ár þá finnst mér ég búin að vera bara svona pínu til hliðar við sjálfa mig. Já. Og ég hef ekkert farið lengt með það, ég er semst nýbyrjuð á svona hormóna uppbót og ég finn, þú veist, það er ekki komna 3 vikur held ég, en ég finn samt ótrúlegan mun á orkunum minni. Já. Og bara það hafa orku, þá finnst mér allt í einu vera farin að taka stjórn á mínu eigin lífi. Þetta er svo fáránlegt að upplifa þetta, hafa ekki stjórn á sér. Vist, ég veit, ég er heilsumarkþjálfi, ég er íþróttafræðingur, ég veit nákvæmlega hvað ég á að gera til þess að besta heilsuna mína, en samt gerði ég það ekki. Nei, einmitt. Það var bara eins og ég væri ekki við völd. Þetta er fáránlegt. Þetta er alveg áhugavert líka með einmitt svona, hvað við segja, þú veist, hvernig svona sálrænir hlutir kom inn í líka, fyrir að þú veist, það er þegar kemur að til dæmis heilanum og starfsemi hans og svona, þá er náttúrulega margt sem við vitum ekkert ennþá, sko. Og bara einmitt það sem er búið að koma svona nýlega fram í dag, bara þessi tenging á milli þarmaflórunar og heilans, skilur þessi gut-brain barrier og gut-brain axis, semst að það er bara rosalega mikil framleiðsla á ýmsum hormónum í meltingavegi sem hefur rosalega mikil áhrif á það hvernig við upplifum hlutina, þú veist, og það er eitthvað sem árulega eftir að fleygja fram á næstu árum en þú veist, það gæti verið einmitt að eins og tala hvað er að breytast á þessum tímapunktum, menn að kannski verður einhver meiri hátt á röskun í þarmaflóru eða eitthvað álíka sem að gæti verið að valda einhver ákveðin hnignun, þú veist, maður veit það ekki. En þetta er allavega eitthvað sem að verið skipta tölurum máli í dag, þú veist, í bara svona almenni líðan, þú veist, það er þetta samspil milli þarmaflóru og heilans, sko. Þannig að það geti verið einn partur á púslinu líka. Algjörlega. Og það er auðvitað eins og maður hefur oft sagt að já, þú getur verið búin að besta náttúrulega, þú veist, það er ofta ekkert mikið tala í þessu samhengi sem við erum búin að ræða í dag, þú veist, svona andlega heilsu, en þú veist, þú getur verið búin að besta, þú veist, allt hjá þér, skilur, með bestu súrefnisupptökuna, frábæran vöðamassa eitthvað, þú veist, og lifir mjög lengi og allt þetta, en
þú veist, það þess virði ef þið líður bara hræðilega, skilur andlega, síðustu 30 ár lífsins, þú veist, þá kannski var maður ekkit endilega að tekja öllu bók sem maður vildi, sko. Nei. En það heilsa, samspil, andlegar, félagslegar og líkamlegar heilsu. Akkurat, sko, þannig að það eitthvað sem að svona, ég allan að búin að fara meir inn í líka sjálfur svolítið, bara þessi andlega hlið, sko, þú veist að já, hvað þeir hluti skipta miklu máli líka. Alveg rosalega, sko. Eitt sem að við kannski gleymdum, ef fólk ennþá með stílabókina, að hvernig finnur fólk út sín són? Þú veist, þarf maður að fara í einhverja mælingu til þess að vita hvað púlsir hjá mér són 1? Sko, 2, 3, 4, 5. Faktist þarftu ekki, þú veist, við getum eiginlega einfalda þetta ennþá meira og skiptir henni ákæðunni niður í 3 bil. Þannig að þú ert bara með són 1, þú ert með són 2 og són 3. Þú getur hugsað són 1 sem græna, són 2 gula, són 3 rauða. Og það sem að afmarkar þessi 2 són eru eiginlega þessi 2 öndunar þröskuldar. Þannig að ef maður fer til dæmis út á, núna bara út á hlaupabraut eða eitthvað, þú veist, segjum við verður að hlaupa og þú myndir byrja bara á því að labba, nokkuð rösklega, 1 hring þannig, svo byrjar aðeins að auka álægið. Og þú finnur þegar þú kemur svona á þennan punkt, það sem þú eiginlega svona byrjar að þurfa að anda svolítið dýpra, svolítið örar í rauninni. Það svona þessi mörk á són 2. Og svo heldur áfram að auka ákæðin og svo finnur allt í hennu þegar þú ert komin á þann punkt að þú ert eiginlega farin að erfiða svolítið mikið með öndun, þú veist, þú ert farin að ströggla svolítið vel, þá ertu líklega komin svolítið nálægt són 2-3 skiptingunni, sko. Og þá ertu nokkurn veginn komin með svona auðvitað pluss mínus einhver slög, kannski hjartslætti eða hraða, svona hennar són 1 og són 2 þröskuld hjá þér, sko. Són 1 2 mörkin og són 2 3 mörkin, sko. En svo eru náttúrulega ótrúlega margir með svona lífstílsúr. Þau náttúrulega segja manni, eins og þegar ég sitt inn í Strava, þá get ég bara að sé nákvæmlega hversu mörg prósent af æfingunum minni voru á són 1, hversu mörg prósent voru á són 2. En þá kemur líka að þú kannski þekkir, ef þú veist biliðina, þá getur þú gert þetta meira markvist. Þú veist að margir einmitt spyrja hvort að VO2 max svona áætlaða VO2 maxið í úrinu sér rétt. Og það veltur svolítið á því að úrið þarf þá að vita hverslas æfingar út búin að gera síðustu vikur, mánuði. Og ef að til dæmis þú ert raunverulega með hámarspúls 175 en hann stiltur á 200 í úrinu, þá metur það kannski sónanegina vitlaust. Þannig að það heldur alltaf að þú sést á són 3 æfingu þegar þú ert raunverulega bara að taka VO2 max. Og það eru sumir sem er alveg að tala þetta bara eitthvað, úrið segir ég sé bara alltaf í són 5, en ég er bara að spjalla með vinkonunum eitthvað, þú veist. Og þá náttúrulega kannski þyrfti maður fyrst að byrja að skoða, ok, ertu að mæla púlsiðin, þú veist, það ólið, þá gæti mögulega verið einhver svona smá skekkja, og ef ekki, ok, þá kannski eru bara sónarnir ekki alveg rétt metnir. Og þá myndir þú þurfa kannski aðeins að skoða hvort það sé verið að þörfa því að meta á líka rétt, sko. En síðan þetta náttúrulega bara hægt að mæla þetta beint, eins og við tölum á bara með súrefnisauðtöku mælingum eða mjólkursýru mælingum, og þá færið þér náttúrulega bara eiginlega nákvæmlega þá bæði á púls og hraða hvar þú liggur, sko. Og þá geta æfingarnar orðið meira markvissar. Já, ég, þú veist, eins og með úrið, að því ég var búin að vera að æfa svo ótrúlega lítið bara út af þessu orkuleysi síðustu mánuði. Þá var sko alltaf að lækka hjá mig. Já, bara þú veist, eins og VO2 max mitt væri bara, ég man ekki hvað að koma niður í, en svo fekk ég að fara í mælingu hjá þeirri vikunni og þá var það miklu hærra. Já, þú veist, og það er kannski bara fyrir þú ert ekki búin að vera að gera, þú ert ekki búin að vera að fýta úrið að þeim svona æfingum sem það kannski þarf, og raunverulega lækkun í VO2 max er ekki búin að vera eins mikil, skilur. Nei, þannig að fólk þarf ekki að taka alveg 100% marka á úrinu, það sem ég meina, sko, þú veist. Það er fínt að taka kannski nokkra svona þá æfingar og einhverja smá intervalæfingar með og gefa úrinu aftur smá svona, þú veist, gögn til að vinna með, sko. Þannig að það er alltaf svolítið háð því. Veist að ég glemdi úrinu innan dag, ég var ekki með það í hlaupinu. Já, þau geta verið að lokka þetta sama tíma, sko. Þeir eru svona kannski alveg að lokum, þá veit ég að þú fórst út sem þjálfari hennar Guðlaugarettu í þríþraut á Ólympíuleikana. Minnst það ótrúlega spennandi. Hvernig var að vera stattur þar og líka bara að þjálfa einhvern svona afreks? Já, það er alltaf mjög, þetta er mjög spennandi verkefni, sko, og var alveg svona áhugavert ferlirina fyrir að við höfðum mjög þröngan tímaramma til að vinna með og þurftum að fara mjög varlega til dæmis í hlaupin, bara hún komandi úr endurhæfingu rauninni bara eða aðgerð og þurftum svolítið að títra hlaupin inn
og taka svolítið svona, einmitt og þarna kom inn í þetta líka bara álagstýring, þú veist, hvernig maður reynir að gera það verkum að þú veist, ef þú byrjar að geista þá getur náttúrulega farið bara aftur inn í meiðsli, sko. En náðum þessu markmiða að komast inn, náðum að safna nægilega mörgum stigum og komast á leikana og svona, og það var í sjálfur sem alltaf mjög, skemmtileg upplifun bara, þú veist. Var það erfið verkferð, að komast á Ólympíuleikana? Já, það var alveg, það þurfti alveg aðeins að vinna fyrir því og þetta þurftum að sækja sem sagt, fyrir að þú safna stigum sem sagt, eins og ég nefndi aðeins áðan til að komast á eins og Ólympíuleika og svona í þríþraut sem sagt, og það gilda sem sagt, eitthvað 7 eða 8 keppnir minni mig, eða 6, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var á hverju tímabili fyrir sig, þannig að þú hefur rauninni 2 ár til þess að qualify og hún var með þarna úr fyrri keppnunum, eða fyrra tímabilinu var hún með slatta af stigum en vantaði sem sagt á alveg stig úr seinna tímabilinu sem sagt, og þá þurftum við sem sagt að miða á keppnir sem að voru eiginlega frá mars og fram í þangað til að sem sagt inntöku tímabilinu lokaði, sem var bara í lok maí. Og gallin við þetta sá að keppnir í Evrópu byrja ekkert fyrir en í, sko, þær ekkert að byrja fyrir en í maí, eiginlega. Og líka það að keppninar í Evrópu yfirleitt talsvert svona erfiðari upp á það að fá mörg stig af því að það bara sterkari keppanda listar, þú veist. Það getur vel verið sérst samkeppnishæfur, en það bara líklegt að ef þú átt kannski ekki alveg þinn dag, þá áttu kannski 20. Í staðin fyrir að þú gætir alveg verið með svona allt í lagi dag einhvers staðar í Afríku og samt verið í 4. og 5. sæti, sko. Þannig að þá, af því að það eru rauninni sömu stig í keppnunum, að þá borgar það sig í rauninni að sækja stigin til þessara landa, þannig að við byrjum að fara til Namibíu og sem var alveg skemmtilegt ferðalag í rauninni og fínasta keppni í byrjun, sko. Ég fer þangað, Geir Ómars frá þriðjutasambandinu kemur síðan til Suður Afríku og hittir hana þar, hún keppir þar og síðan í rauninni kemur smá pása og svo tökum við aftur í rauninni smá slurk sem þannig að við förum í rauninni til Nepal. Það var ákveðið ævintýr út af fyrir sig að á leiðin tilbaka sem sagt, þá vorum við að fara frá það sem keppt í, heitir Pokhara. Flugin aflýst af því að það svo mikið að skógareldum, þannig að það svo mikil mengun í loftinu. Ég hef oft lýst þessu eins og að hafa verið svona, fólk hefur upplegað að vera í svona garðgrillveislu, það sem bara svona, þú finnur bara svona reykja stækjuna og þetta var bara svona 24/7, þetta var bara eins og vera þannig, þetta var bara 3 dagar sem þetta var bara stanslaust og ég vil ekki vita hvernig lungum mín höndluðu þetta til dæmis. En flugin var aflýst, þannig að við þurftum að fara í leigubíl í 10,5 klukktíma. Já, og þetta var 200 kilometrar. Þannig að ég ætla aldrei aftur að kvarta við vegakerfinu á Íslandi og þannig meðalhraðin var eitthvað þú veist, kringu 20 km hraði þegar við vorum að keyra, sko. Bara bíl bíl bara og vegirnir voru bara hrikalegir. Þú veist, þetta var bara eins og okkur fjallvegur hérna á Íslandi, sko. Greið maður sem skuttla okkur, hann þurfti síðan að keyra aftur tilbaka og var að fara að vinna síðan daginn eftir. Við vorum ekki komin upp á völl fyrir klukkan, þú veist, 10 og áttum flug klukkan, þú veist, 11:30 eða eitthvað. Rétt náðum því og flugum þá til Kuala Lumpur í Malasíu, millilendi þar og áfram til Filippseyja og þar var næsta keppni og síðan og þá náttúrulega ákveðið challenge þar með hita stjórnum því að þá náttúrulega bara 38 stiga hita eitthvað og rakastigi svo mikið að þetta bara eins og lappin í gufubað, sko. En já, keppnum þar ná mjög góðum árangri í báðum þessu keppnum, vinnum í Nepal og annarsætið á Filippseyjum og síðan lendir hún í frekara ævintýrum þegar hún flýgur áfram, við lendum í því að daginn áður við áttum að fljúga, eða ég á að fljúga heim, hún að fara áfram til Kína, þar sem við ætlum að taka eina keppni þar og við fáum að vita það daginn áður að það var bókað miði til vitlausar borgar í Kína. Mjög skemmtilegt verkefni að fá hann að ég fangið beint eftir keppni og flug daginn eftir. Við áttum að fara til Jiangsu Taizu en það var bókað til Jiangsu Guangzhou eða eitthvað, þú veist, þetta var alveg svona fáránlegt og maður alveg bara svona, hvernig átti maður að vita þetta, en þannig að við förum eitthvað uppgötuð áður að þið fóruðum borðið þá Já, það var einhver aðileg í svona athlete support í þá kínversku keppninu sem að benti á þetta og við fórum að fylgja það að finna miða kvöldið, reyna að leita eitthvað og það náttúrulega við erum að bóka miða hjá okkur kínversku flugfélagi og það er bara ómögulegt að
það er ekkert eiginlega customer service þannig séð og svo er þetta þannig að þú ert ofta að kaupa með hana mjög ódýrt en svo er bara fluginu cancelað og það var akkurat það sem hún lendir í, hún millilendir í, við fáum í það og náum að koma okkur, millilendir í Kína og svo bara seinna fluginu cancelað, það bara af hverju, já, bara út af öllu, bara og situr föst þar, þannig að þarf einhvern veginn að koma sér í, annað flug í Kína, þú ert ekki með Google, það virkar ekkert evróskir samfélagsmiðlar eða neitt, þannig að þú ert svolítið bara svona einn að bátið hana og þurfum að redda öðru flugi, endum á því á endanum að taka ákvörðun það að fara bara til Japan og sleppum þá bara Kína ævintýrinu alveg, þannig að það bara tekinu upp eða farið til Japan, þar með japanska liðinu í smá tíma, keppum þá viku seinna en við ætlum að gera, keppir í Japan, nær að vera í 3. sæti þar og þá eiginlega síðan eftir það fáið staðfestingu á því að það hefur náðust að fara Ólympíuleikana en þetta var alveg, þetta var smá svona prósess Þetta er alveg erfið leið. Já en Ólympíuleikarnir voru mjög skemmtilegir og þetta var svona, ég upplifði þetta samt sem, ég hef oft talað að ég er svolítið svona yfir og það er ofta ekki svona, það þarf mikið til þess að setja mig á jafnvægi oft, þannig að ég upplifði þetta sem bara svona mjög stórt íþróttamót, það sem var eiginlega bara svolítið meira umstang í kringum allt. Það var svona svolítið mín upplifun, auðvitað frábær reynsla og þú veist bara ISI teymið sem var með okkur úti, bara hókiða reynslu bara í öllum þessum málum og þú veist læriði bara hellinga af þeim og Vésteinn, þú veist, svona arfstjóri hjá ISI núna bara með frábær einsýn í svona mismunandi aðstæður og svona og en þú veist, einmitt, það var mjög skemmtilegt ævintýr út af fyrir sig líka með allt þetta signumál þú veist, það sem að bakteríurnar í vatninu voru Átt að kannski mögulega fresta Já, þú veist, og þetta var líka svolítið skrítið fyrir að það tekur 18 klukkutíma að rækta sýnið sem við tekið úr ánni, þannig að þú ert alltaf að taka ákvörðun það hvort þið keppt byggt á því hvernig sýnið frá ánni daginn áður var og þannig að það gat komið upp mjög skrítin aðstæður þar sem væri kannski að taka ákvörðun það að keppa en það var kannski rigning þá nóttina en þú ert að taka ákvörðun byggt á sýninu daginn áður þannig að þú ert kannski með haugskítu á en þú ert að láta keppindin að keppa af því að sýni daginn áður sagði það væri gott Hvernig fannst henni samt synda í þessu? Þetta var ekkert sérstætt og það var líka bara svo mikil straumur í ánni að þau settu öll heimsmet í 100 skrið bara leiðin út eftir þú veist það var bara 40 sekundur á 100 metri eða eitthvað þú veist Þetta var ekki á móti straumnum Svo fyrir á móti straumnum tilbaka þannig að já, nákvæmlega þannig að þetta var svona, það var alveg erfitt en svo náttúrulega eigum við bara kannski ekki nægilega góða keppni heldur og gekk ekki alveg upp þar en þú veist, það er líka bara sportið þú veist, hlutinni gangi ekki alltaf upp Stefnir hún á aðra? Já, það er svona ræðstörgla þú veist, á næstu mánuðum en hún er bara búin að vera að taka í rólega núna og bara Skiljandi En heldur það að verða einhvern tímann keppt í Ironman vegalengd á Ólympíuleikum? Nei, ég hugsa ekki. Heldur ekki? Nei, þetta er aðeins, ég held að sé bara fyrir að Ironman er orðið svona, þetta er orðið svo mikið enga batteri bara, og bæði þá Ironman-serían, þú veist, þá ertu ekki hluti af, hvað ég segja, þetta er ekki hluti af alþjóð þrítugsambandinu, þetta er bara engareikin sería eða batteri, þetta er ekki dósið bara crossfit þá bara í rauninni, og svo eru aðra seriur líka, það er til seríar sem heitir Challenge, þú veist, og þá er keppt í, þú veist, það er mjög fræg keppni Challenge Roth sem margir fari í og hafa margir fari í frá Íslandi, þú veist, og það er líka, þú veist, hálfur og heill Ironman sem að þeir eru að, þú veist, bjóða upp á og en það gæti verið að komi einhvers slags útgáfa af, það er semst komið núna sem kallast T100, Triathlon 100, það eru 100 km tótal, þannig að þú tekur 2 km sund, 80 km hjól og 18 hlaup. Já, er það eitthvað sem þú segir fyrir þeirra að stefna á það? Já, ekkert ólíklegt að maður tæki þátt í einhver svoleiðis einhvern tímann, en það er einmitt komin svona mjög öflug pro-sería þar og mér þætti ekkert ólíklegt að þeir eru partur af núna ITU, eða Alþjóða þrítugsambandinu, þessi sería. Mér þætti ekkert ólíklegt að það gæti mögulega orðið hluti Ólympíuleikum einhvern tímann, en þú veist, það er miklu líklegra heldur en Ironman allavega. En ég held samt að, þú veist, ólympíska vegalengdin heitir ólympíska af ákveðinni ástæðu, þannig að mig grunar að það muni líklegast ekki breytast, allavega ekki bráð,
En hefur það verið draumur hjá þér? Að fara Ólympíuleika? Já. Já, sem íþróttamaður, þá var það alltaf ákveðin draumur og svona fara sem þjálfari er svona kannski second best thing, sko. En það var auðvitað bara, þú veist, en frábær reynsla, en jú, það var alltaf markmið þessu sundmaður að fara Ólympíuleika og svo náttúrulega þegar ég fór í þríþutina, þá var það eitthvað sem ég sá alveg fyrir sér að reyna. En eins og ég nefndi áðan, þá bara var, þú veist, levelið það hátt að sérstaklega í hlaupinu að það var bara ekkit, þú veist, ég var ekkit að fara að setja neitt Íslandsmet í götulöpi bara alltaf í hverju keppni, sko. Þannig að Þú setur þau bara hérna á Íslandi? Já, maður reynir það bara. Það er næst besta. Já, nákvæmlega. Herði, við erum sko búin að spjalla næst í 2 klukkutíma, ótrúlega gaman að spjalla við þig, en ég er með litla gjöf handa þér. Nú? Úps, afsakið. Herði, þetta er frá Heilsuhillinu sem er samstarfsaðili minn eða einn af samstarfsaðilum. Þetta er Magnesium flögur í baði þegar þú ert með þreytta vöðva. Herri, þetta er algjör snilt. Þú getur líka gert fótabað. Ég get líka notað þetta sem svona tvöfalt benefit. Ég get fara á hita æfingu og svo er ég með heitt baðker með magnesium. Geggjað. Og tek fyrir baðkar með húfu og tek svona ekstra passiv hita alveg líka í baðinu. Þetta fer í næsta Instagram þátt. Er það ekki? Þú tekur mynd, sendir okkur. Herði, geggjað. Bara takk fyrir að koma aftur og takk alltaf fyrir þeim fróðleik og við sjáumst aftur því ekki í næstu endurmælingu, næstu ástandsskoðun. Klart mál. Er það ekki? Jú, og takk hérlega fyrir mig. Bye bye. Mér langar að lokum að hvetja ykkur sem er á Instagram að henda í eitt follow á Heilsu Erla. Einnig býð ég upp á heilsumarkþjálfun annarkvæmt miðvikudag í sjúkraþjálfun í sporthúsinu. Þannig að ef að þig langar að bæta heilsuna, veist ekki alveg hvað átt að byrja, þá er frábært að bóka tíma hjá mér í heilsumarkþjálfun og ég hjálpa þér af stað í þitt heilsuferðalag. Hlakka til að sjá þig.